frábært að fá þig hérna. Já, takk fyrir það. Gaman að koma aftur. Og gaman að hitta þig aftur. Sömuleiðis, meistari. Sömuleiðis. Ég fekk alveg sérlega góða tilfinningu fyrir þig þegar þú komst hérna síðast, sko. Já, einmitt. Og svo er ég búin að hlusta meira á ykkur og þig, sko. Og mér fannst fallegt að sjá hvernig svona þú fórst að tosa bróðin út úr boxinu. Einmitt. Í þættinum ykkar. Einmitt. Já, við náðum svolítið góðu þannig í byrjun árs. Þá var alveg svolítið, þá náðum að snorra svolítið á þetta spiritual dot, sko. Maður náði að, sko, pakka það inn í einhvern búning sem hann fílar, sko. Sem er svona success og peningar. Og svona, þú veist, að sigra, sko. Af því að það er alveg eins og allt hitt, sko. Það er mjög spiritual fyrir mér, sko. Algjörlega. Ægi og árangur er alveg spiritual. Rosalega, sko. Ég ætlaði að tala það svolítið við að eitt af því sem ég langaði að tala við var, þú veist, þetta með, það er svona þetta spiritual bypassing sem á sér oft það hjá fólki sem er í, þú veist, ég veit ekki, mér leiðist stundum að kalla þetta andlega vegferð eða spiritual vegferð, því fyrir mér eru allir á andlegri vegferð, sko. En það er einmitt það sem að verða hluta spiritual bypassun er að þú fyrir að horfa svolítið á við og hinnir, sko. Og ég er einhvern veginn svona, svo allt í enn er einhver orðin í of skrítinu orku fyrir mig eða of erfiður eða stjörnurnar er eitthvað skrítnar en þú veist, ertu bara að taka ábyrgð á sjálfur og ertu agaður eða öguð, því það er allt mest spiritual fólk sem ég þekki er agað, sko. Það er rosalega agað, sko. Og allt mest spiritual fólk sem að ekki er, sko, þegar maður bryddar upp á því að spjalla við eitthvað, já, þau eru svona, þessi er svona, þau bara eitthvað, já, ég er ekki að pæla í því, sko. Nákvæmlega, sko. Ég er ekki að hugsa annað fólk, sko. Og ég er ekki að velta mér upp úr hvernig annað fólk er og hvað það er að gera, sko. Og það er geggja að mæta því þegar að maður alltaf að brydda upp á einhverju svona við svona high level, high consciousness manneski, það er alltaf bara, ok, ég veit. Þú farið ekkert, skilur, þú veist, þú farið ekkert feedback, sko, þú farið ekkert eitthvað, já, það eru svona, skilur. Það er sem ég er svo gaman við mitt að nú kunnum við nú báðar að meta Guðna Gunnars. Já. Hann eiginlega neyðir mann til að ritskoða sjálfa sig í að tala ekki, ef þú ætlar að fara í eitthvað svona low vibration, að tala aðra eða kenna einhverju þá bara horfar hann á þig og bara varst að láta þú munnin á þér, sko. Akkurat. Hann banna manni mér að segja klikkað ótrúlegt, sko. Nákvæmlega. Það er bara og maður getur örgulega lært ótrúlega mikið á því að dvelja með honum til lengri tíma, sko. Fara okkar námskeið eða eitthvað svoleið, sko. Ég farið enga tíma til hans og það alveg kláraði mig, sko. Það alveg bara, þú veist, mætti til hans með ég ætla ekki að segja vandamál, ég ætla að segja tækifæri eins og hann myndi kalla þetta. Mætti til hans með tækifæri mín og svona flækjur í hausnum á mér, sá þetta ekki alveg skýrt og segja honum frá því og hann bara lausn, sko. Einmitt. Lausn, sko. Og lausnin er svo einföld, lausnin er vil ég verknaður, sko, þú vildi þetta. Já, og þetta með að þú á einhvern veginn ert þú alltaf, sko, þú ert að birta þína tilveru. Já. Það hvernig þú talar aðra og sjálfa þig og notar orð er birtingamynd á þinni tilveru. Það hvernig þú hlúir að umhverfinu er birtingamynd á þinni tilveru. Nákvæmlega. Og þú veist, það verður kannski búin að vera svolítið í hvað að segja, samfélagið búið að vera svolítið svona fórnalamba megin. Ef við segjum að eiga við tvær erkitýpur og önnur er fórnalambun og hinn er konungurinn og drottningin, sem er þá bara fullkomin sjálfsábyrgð. Akkurat. Að samfélagið búið að vera svolítið fórnalamba megin og þá þú veist, þá þarft alveg að velja hvaða fólkið þú ert með maður þarf að passa sig mjög vel til þess að sogast ekki inn í bara það sem er í gangi, sem er einhvern veginn svolítið, þú veist, já, það er einhverjum stjórnmálamann að kenna hvernig mér líður eða í hruninu, sko, þetta var allt Jón Ásgeir að kenna. Akkurat. Það hefur verið crazy tími í hruninu, maður.
Er það ekki? Hann var það, sko. Já, þú varst í hringuðinni á hans, Ég var í hringiðunni. Þú varst á Stöð 2 og í jakkafutunum að taka viðtalinn, eða ekki? Jú, ég var einmitt, ég sá sko Snorri bróðin, ég var aðeins eldri en hann, en ég var í hruninu svona 28-9 ára gamall og ég sá svona, þú veist, sá svona ákveðna samsvörun með mér á þeim tíma, eins og að því Snorri er svona einn af þeim sem kom inn í fjölmiðlana og hann kleif meðorðastiðan mjög hratt og það bar mjög hratt mikið á honum, sko. Ég var þar í hruninu og allt í hennu var ég bara einn þarna með Ísland í dag í miðju hruni, sko. Og þetta var rosa skrýtin tími. Og hvernig eitt sem ég hef svolítið hugsað, því að ég náttúrulega var bara 13 ára í hruninu og maður bara mjög lauslega eftir þessu. En maður svona búin að vera í alls konar, þú veist, if you think the news is fake, imagine history, skilur, þú veist, maður er búin að vera í þessum pælingum að svolítið endurhugsa og endurskoða stóru narratífunar og stóru narratífan í hruninu er náttúrulega bara illir, hræðilegir, vondir bankamenn sem að gerðu hræðilega hluti. Hvernig horfið þú núna? Þú varst inn í þessu þá, en núna ertu kannski aðeins meira andlega þróaðari. Hvernig horfir þú tilbaka á það sem var í gangi þá og finnst þér þetta hafa verið þú veist, finnst þér narratífan sem við segjum okkur hruninu núna að vera eins? Ja? Sko það er alltaf þannig þegar ríki sest þá er auðveldara að sjá hlutina. Þannig ég held að fólk sem er skynsamari mynda þessu núna en þá, en það sem ég fattaði, það tók mér svolítið tíma að fatta að þegar ég hitti eins og þegar ég fekk Jón Ásgeir í podcasti mitt og það sé bara, gæi var bara með ríkið á bakinu. Hann var með ríkið á bakinu. Og hann, þú veist, aftur, talandi um þessar birtingamyndir. Ég var samt alveg komin á þann stað að ég man eftir því þegar ég var inn á fréttastofunni, ég ætla ekki að fara að nafngreina fólki sem var að býstnast mest yfir Jón Ásgeir og Geir Haarde og, þú veist, talandi um benda fingrunum. Það var fólki sem var búið að kaupa sér sumarhús og fellihýsi og hús á Spáni og allt á rosa miklu lánum. Nákvæmlega. Þannig að mér langaði stundum að segja að þú sér ekki að þú ert míkrómynd af Jón Ásgeiri, sko. Akkurat. Þú ert búin að skuldsetta þau upp í rár. Já, þú ert Jón Ásgeir. Nákvæmlega. Ef þú ættir meira, þá værir það hann, sko. Akkurat. Þannig að ég var alveg komið frekar fljótt þangað að sjá það, en svo er þetta aftur einhvern veginn, mér finnst við núna að vera stígin í svona tíma meiri heiðarleika þar sem fólk er að segja sinn sannleika og svona litla barnið inn í mér átt alltaf erfitt með að, þú veist, segja eitthvað svona direkt þó ég hafi, þú veist, að því manneskjan er kannski ekki tilbúin til þess að taka því. En þannig ég sé hrunið þannig núna að bankamenninni voru ekkert annað en birtingamynda samfélaginu. Akkurat. Þú veist, þeir voru makrómyndin af því sem var að gerast í mikróni. Ég meina, meðal manneskjan, það kom tími þar sem hún fyrst sko 100% húsnæðislán og svo ef þið vantaði sófasett, þá gastu fengið 10% auka, sko. Akkurat. Já, fólk var bara að fá allt ókipis. Það hélt það, sko. Það hélt þetta væri bara money glitch og venjulegt fólk var bara að skuldsetja sig til helvítis. Þetta var bara eitt stórt eitthvað svona, þú veist, það var svona kókain orkar, einmitt. Eitt stórt eitthvað svona pulta peningum og allt að sveiflast og eitthvað. Lítur að vera gaman. Ég náði reyndar aldrei inn í, þú veist, ég hugsa ef ég hefði verið orðið meira peningadrifin þessum tíma, þá horfði ég tilbaka og hugsa ég hefði getað komist í fullt af peningum. Ég veit. Gerði Gunnar Smári eða ekki? Var hann ekki alveg með í þessu? Jú. Já, Guð blessi hann. Ég væri mjög til í að heyra hann segja eins frá, eða svona ekki endilega viðurkenna, ég er ekki að segja þetta í ásængandi tón, sko, en bara svona segja frá einkaþóttunum og bara svona geðvikinni sem var í gangi, sko, út frá hans einmitt svona að horfa tilbaka núna, sko. Hann hefur svo sem kannski alveg gert að ná samstöðunni, ég veit það ekki, maður þarf að tjekka því. Já, kannski, en það er aftur þessu skömm, sko, þú veist, að ég held að hjá honum, þú veist, aftur, eins og maður líkit verið að tala illa fólk, sko, en ég held að hjá honum sé, og ég myndi alveg geta sagt þetta framan í hann, sko. Já, nákvæmlega. Ég held að hjá honum sé skömm
út af því núna hann komin í eitthvað allt annað hlutverk í staðin fyrir að ónýta bara og segja bara, heyrðu, það bara mannlegt að þegar þú veist, þeir eru boðið, þeir eru eins og í fótboltan núna þegar menn að þurstast við Sádi Arabíu og fólk að býstnast yfir því þá gott að spurja, sko, heyrðu, ef að þér væri boðað núna að fjórfalda launin þín og þau eru skattfráls þú verður að vinna sama starf í Sádi Arabíu myndir ekki bara fara á morgun er það ekki bara rosa mannlegt og maður eitthvað að vera ásaka eitthvað sem að vill pening, ég meina peningar geta gert fullt af hlutum. Peningar er mjög merkilega orka sem þú getur búið til mikið úr, sko. Það er 100% þannig, sko. Það er 100% þannig og það hefur verið alveg geggjaður tími, sko. Get ég ímynda mér, sko. Já. Get ég ímynda mér, sko. Því að ég hef bara verið svolítið að pæla í þessu að þú veist, hver er sagan sem okkur sögðum þetta og síðan, þú veist, hvað raunverulega gerðist, sko. Og mér finnst þetta bara svolítið góð greining hjá þér, sko. Það var bara eitthvað massa geðróf í gangi, sko. Í raun og veru. Eða, þú veist, allir bara eitthvað að peppa yfir sig og síðan í staðinn fyrir að taka ábyrgð og segja bara, damn, ég fokkaði upp, skilur. Þá var það Jónas Geri og Björka Þór að kenna, sko. Það er bara algjörlega, sko. Maður, man ekki hvað mynd var það ekki The Big Short, hefur séð hana? Hún lýsir þessu bara dálítið vel, sko. Já. Hún lýsir, þú veist, þegar allt í henni bara þannig að bara eitthvað fólk var bara búið að kaupa 2 og 3 hús og þú veist, það þurfti ekki að eiga nánast neitt. Þetta var bara allt á lánum. Því kerfið er keyrt þannig að gæjarnir sem voru að veita lánin í bönkunum, þeir fengu prósentur af öllu sem þeir náðu að lána út. Þannig að eina incentivið þeir bara að lána sem mest. Akkurat. Þeir eru ekkert að pæla í því hvort þessi borganum að fyrir þessu. Nei, og svo bara seitlar þetta bæði upp og niður allt kerfi en þú veist, það var svo gott þegar þú sagðir þú varst Jón Ásgeir því það náttúrulega, þú veist, þegar maður er komin aðeins dýbra inn í þennan svona sækadælik heim þá fer maður að fatta bara, þú veist, þú ert allt, sko og því meira sem að maður leyfir sér að fara þangað að maður sé allt því meira þarf maður að taka ábyrgð á og því erfiðara að vera að dæma annað fólk Já, því erfiðara að vera að dæma fólk en á sama tíma því léttara að vera til, sko. Já. Af því að þú veist bara eitthvað, þú veist, það er allt bara einhver konsept og allt þetta neikvæða sem að þú heldur úr sér hræddu við, það er ekki til, sko. En er áhugavert að þú ert að spyrja út í þetta, man ég var alveg komin á þann stað, ég man hann í hruninu, einmitt, ég endaði þarna einn í Íslandi í dag því að Svanhildur Hólm sem var með mér var að hætta og Sigurlaug Margrét sem er núna inn á RÚV hún tók ekki pólitísk viðtöl þannig að það var allt í hennu bara, þú veist, bara ekki alþjóða gjaldeyrisjóður mættur og að koma þarna 2-3 mánaða tímabil þar sem ég er einn með hennar þátt bara alltaf á, þú veist og þá man ég eftir því þegar ég var einu svona að fara að taka viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu og ég fer hérna á fund sem alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og hún er basically að tala ekki bara við Íslendinga heldur við alheiminn en á bakvið þar sem að þú veist, ég fekk að fara á bakvið þar sem þau voru áður en þau verið að stíga fram á svið þá liggur hún bara í gólfinu og það er eitthvað með kalt hangla á enninu hana því hún er bara að greinast með sko alvarleg krabbaminn og sama með Geir Haarde þannig ég man að mitt í staðinn fyrir að ég væri einhvern veginn í þessari rosalega dómhörku, þá langaði mig meira bara, þú veist, spurja bara hvernig líður þér og hvernig er að vera í þessu hlutverki, þar sem að öll þjóðin er einhvern veginn að pinpointa allt á þig. Akkurat. Þetta er ósangjant, sko. Já, þetta er ósangjant. Væntanlega. Þú veist, að vera í þessu hlutverki. Já. Og ég hugsaði mér núna daginn þegar ég fekk, þú veist, ég veit ekki, kannski er ég svona sérstaklega, þegar ég fekk Bjarna í podcastið mitt, þá var ég allan tíman svona þegar ég var að spjalla við henni, áhugavert að vera þessi gaur það sem svona margir kenna þér það sem er aðhjáðum. Og merkir alltaf pæla í hvernig það bara leggst á undir meðvitundina hans, sko. Að díla við alla þessu orku. Díla við allt þetta fólk, hvert sem þú ferð. Þú ert hvergi óhöldur. Skilur, getur hann bara í bónus og haft það bara næs, skilur, og keypt matinn. Þú veist, það er alltaf einhver orka að beinast að þér, skilur. Þú veist, þetta er bara eins og þú veist, þú ert einhvers staðar úti og veist, ég horf á þig, þú finnur fyrir því, skilur. Það gerist eitthvað. Það er eitthvað orku transmission. Og það að vera svona ultra powerful gaur eins og Bjarni Ben sem hann bara elst upp í þessu poweri, skilur. Bara við
stjórna landinu, skilur, við þurfum að gera, við erum Kennedy, skilur, við þurfum að gera þetta, elst upp í því og síðan bara gerist þetta, skilur, allt í einu hann bara eitthvað að stjórna landinu og það örugglega rosalega orkulega áhugavert, sko, að þurfa að díla við allt sem að hann díla við og taka allar þessar ákvarðanir, sko. Það alveg, þú veist, og allir með einhverjum konseptum hvað gott og hvað vont og hvað rétt og hvað ránt í því sem að þú gerir, sko. Það alveg crazy, sko. Hvernig finnst þér að ég hef upplifað, ég hef hlustað á ykkur og hef hlustað á þig og fylgst með þér svolítið og ég upplifið svo sterkt, þar ég á sama stað þú, ég upplifið svo sterkt þetta einmitt að, þú veist, þetta við og hinir og þetta einhvern veginn gott og vont að þú sért það svolítið nútral stað. Já, ég brjóta það allt, sko. Nefnilega, hvernig upplifir það því ég svo lengi búin að vera, þú veist, eins og núna hef ég ekki haft sterkar skoðun í raun og veru á í pistli og Facebook eða eitthvað í mjög mörg ár út af því að ég sé þetta fyrir þess að það ég sé hvaðan fólk að koma ég sé að, þú veist þegar ég hérna með Bjarna Berum fyrir frá mig og sé bara, ok, ég hefði alist upp í sömu aðstæður og þú ég, hérna í sömu fjölskyldu og verið þú, þá væri ég að gera allt nákvæmlega eins og þú. Þannig að það alltaf erfitt fyrir mig að vera einhvern veginn að dæma þig. En að sama skapi ámaður stundum að peka fætin. Skilur þú hvað að fara? Að þú veist, hérna þegar þú ert komin á hana nútralstað, hvernig upplifir þú en síðan stundum þarf ég að hafa skoðun og stundum tek ég eitthvað fæt eins og til dæmis þegar að ég sé hérna allt í hennu að lögreglumenn farnir að ganga með byssur og ég búin að sjá það nokkru sinnum bara að panta sér eitthvað mat á veitingastað með sýnilega skambissur. Þar ég bara, ok, ég ósammála þessu. Ég vil þetta ekki á Íslandi. Ja, þetta ekki gott væp. En það ekki oft sem ég upplifa bara, ok, þannig ég bara til í þetta hæð sem ég til í að deyja á. Og ég ætla bara að hafa skoðun á þessu. Hvar stendur þú sjálfa að ég að vera þarna? Að vera þarna, þú veist, þá það bara rosa einfalt að ég bara dregst af því sem að fallegt eða sem að fyndið og maður bara finnur það einhvern veginn í líkamannum, sko. Og þá verður það gætt einfalt og auðvelt að standa fyrir og segja, ég fíla þetta, skilur. Ég fíla það að hafa þetta svona. Og þá þarf maður ekki að fara í streitu neikvæðu hatursorkuna til þess að segja eitthvað, skilur. Og það því miður, sko, sem að öll stjórnmálun okkar og öll pólitíkin gengur svo mikið út á, það allir alltaf að mótmæla öllu, í staðinn fyrir að mæla með einhverju, skilur, í staðinn fyrir að segja bara, hei, gerum þetta svona, skilur, þetta snilld, það þarf alltaf að fara á móti einhverju og ég trúi því frá minni upplifun á lífinu bara what you resist persists, sko. Það sem þú mótmælir, það sem að þú tala gegn, það mun bara koma meira og meira og meira og meira og meira inn í lífið þitt, sko. Meira og meira og meira, sko. Þannig að í staðinn fyrir að tala gegn hægrimönnum eða þú ert vinstrimaður, skilur, talaðu upp vinstrimennskuna, skilur. Ef að þú ert eitthvað svona nútíma hægrimaður í staðinn fyrir að tala gegn vókismannum, talaðu með málfelsi, skilur. Þú veist, talaði það upp og þá bara umturnast bara orkan í orðurum alveg ógeðslega mikið, sko. Og til þess að svara spurningunni þá reyni ég bara að nálgast allt bara svolítið þannig, sko. Þú veist, ég að rífa niður eða ég að byggja upp, sko. Og það náttúrulega mjög margt í einhvern veginn svona samfélaginu og strúktúrnum hérna á Íslandi sem að væri óskandi að væri öðruvísi, skilur, væri óskandi að væri öðruvísi, en síðan maður líka bara svolítið surrenderaður inn í það að allt þarf bara að hafa sína þróun, sko, að allt þarf bara einhvern veginn að gerast á sínum tíma þegar það þarf að gerast, sko, og þegar maður einhvern veginn fattar það, þá þarf maður ekki að vera pirraður eða reiður eða sérstaklega ekki hatursfullur, sko. Af því að mannfólki svo saklaust, sko. Það veit engin neitt, sko. Nákvæmlega, þetta búið að vera stóra verkefni mitt eftir þetta skeiður þetta fyrir 3 árum. Þetta kanselleringadót. Ég svo stoltur að sjálfum mér að ég aldrei búin að,
talandi að fá orku á sig. Já. Ég fekk rosalega mikið af neikvæðri orku á mig Einmitt. og ég fann fyrir henni. Einmitt. Ég hef aldrei svarað henni. Einmitt. Nei, Ég hef aldrei, ég hringdi nokkur símtöl í fólk sem var að tala um mig opinberlega og sagði, viltu ekki frekar segja þetta í andlitið á mér? Já, akkurat. Og það var mjög sérstakt, sko. Já. Það var yfirleitt varð manneskjan eins og mús. Einmitt. Já, og talandi um þetta með, Bjarnar Ben, hann fær kannski orku á sig, en það ekki margir sem sama fólkið og randar á netinu, það lappar ekki upp á honum og segir þetta í andlitið á honum. Nei, þau búla ekki upp, sko. Bjarni mætir í partí, hvað vilja þau frá honum? Þau vilja bara samþykja hans, sko. Þau vilja bara þessi stóri alfa-gaur segja bara eitthvað, hey, þú ert nóg, skilur, það einu sem þau vilja. Og sem þau eru hörð bak við skjáin, eitthvað drull yfir hann, skilur, að þau eru ósamanlega einhverjum hugmyndum hjá honum, skilur. En þetta sem þú ert að tala um náttúrulega svolítið svona radikal, í raun og veru radikal sjálfsábyrgð, að þú breytir heiminum með því að bara breyta sjálfu þér. Já, þú breytir heiminum með því að breyta bara þinni fríkvensi, sko. Bara breyta þínu viðhorfi og breyta þínu nær umhverfi hægt og rólega, skilur. Og takast á við, sko, allan þinn sársauka, sko, og allar þínar takmarkanir, bara allstar líkamlegar og andlegar og vitsmunalegar, sko. Bara halda sér einhvern veginn stöðugt í zen mind, open mind. Einu sem ég veit að ég veit ekki neitt og þá getur alltaf bara verið að hlæja einhverju eða dásta einhverju, skilur, þá ertu aldrei að hatast út í neitt, sko, af því að, ef þú ert manneskja sem að bara svona segir, já, ég hata þetta, bara ok, til hamingju, þú ert að geyma hatri á þér, sko. Algjörlega. Þú ert að geyma á þér, sko, það ekki hinni manneskinu, sko. Hatrið inn í þér og þú ert þarna að halda í það. Ok, ef þið langar til þess að lifa þannig, bara be my guest, sko. Be my guest. Ég ætla ekki að gera af því að ég vil bara lifa í ást og ég vil lifa í friði og ég vil lifa í frelsi, skilur. Þannig að það bara svolítið að þessi róttæka sjálfsábyrgð, sko, sem að okkar maður Guðni hefur kennt mér rosa mikið, sko, bara með því að lesa bækurnar hans og sjá það og sjá það að vilja verknaður, sko. Lífið er nákvæmlega eins og vilt að sé. En það áhugavert að því nú finnst mér að það sé að verða smá shift í heiminum eftir þessar kosningar í Bandaríkjunum. Og ég horfi svolítið sérstökum augum á heiminn, að þú veist, talað um þetta svona við og hinir og þessa, einhvern veginn þeir sem að dýrka Trump, eitthvað svona, skilur við, að þú veist, að þá horfi ég á, að mjög öðvöld fyrir að horfa á manneskjunu og sjá bara mitt. Það alveg mikið að göllum hann, skilur, og hann ég horfði á 3 tíma viðtalið hans að Joe Rogan og hann hemur sig ekki í þegar hann þarf að upphæfa sjálfa sig og helst tala aðra niður á sinn kostnað, en ef ég horfa á þetta séu svona aftur, eitthvað svona 2 orkur, þá hann samt talandi um að standa með sjálfur sér. Hann fyrir alveg alla leiði að standa með sjálfur sér. Þannig að þetta er mjög sterku maður. Rosalega. Og spurningin ef það átti að klára, eða þú veist, bara fara inn í, ná ákveðinu orku inn í gegnum stjórnkerfið, þurfti ekki svona gæja, þó maður sé ekki hrifin af karakternum, til þess að, þú veist, að það er rosalega sterkan aðila til þess að fá allir svo drullu á sig. Og að því svo hann allir komið með, nú bara nýjast bara núna, ég held að það veri bara í morgun, Robert F. Kennedy fyrir að vera heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Það geggjað stöf. Að því fyrir mér talað um orku, hann minn forseti, sko. Hann geggjað, sko. Þú veist, ef þú ert, þú veist, rétta fólkið pinnur og skilur, það kærleiksgæi, sko. Já, það snillingur, sko. Það mikill snillingur. Og þess vegna, sko, hugsa ég, ok, það sem mér finnst jákvætt við að Trump hafi unnið að Elon Musk sé að fara að vaða inn í ríkissjóðu Bandaríkjanna og skera niður. Nákvæmlega. Og Robert F. Kennedy sé að fara að heilbrigðisráðherra, sko. Nákvæmlega, þetta er ekkert, og þess vegna held ég að fólk sé að tala 2 tungumál. Sko, þetta er ekkert með karakterinn Donald Trump að gera. Að hann sé eitthvað æðislegu maður eða eitthvað þannig. Og þetta heldur ekki með það að gera að maður sé svo glaður að sjálfsákvörðunarréttur kvenna sé tekin af þeim eða eitthvað þannig. Þannig að mér finnst fólk að horfa á þetta frá svo ólíkum vinklum að það getur ekki skilið hvort annað og ætla síðan að fara einhverja rökræðum. Það eru náttúrulega 8 miljardar manns á jörðinni og hver og einn horfir á allt út frá sínum takmarkunum og út frá sínum ótta og sínum órygjum og
og bara og sínu uppeldi sko. Þannig að þú veist, það eru svo ógeðislega mörg mismunandi sjónarhorn og maður getur alltaf valið hvort maður horfir á hlutina á neikvæðan eða jákvæðan hátt sko. Eins og bara það sem ég fylgist með Bandaríkjunum bara wow, það er eitthvað crazy að gera sko. Það er eitthvað virkilega að fara að breytast sko. Þú veist, það er bara eitthvað algjörlega einhvern veginn ný víbra að verða til hana, það sem að bara Robert Kennedy heilbrigðisráðherra gera fólki heilbrigt, Elon að gera fólki skilvirt, þú veist, sama hvað manni finnst Elon persónulega, ég get alveg skilið að hann verður triggerandi fyrir alls konar fólk, en þá er samt almennur konsensus það og ég hef alveg kynnt mér hann, ég hef lesið báðar ævisögunar hans og hlustað á mikið af viðtölum við hann og bara svona heyrt hvað kollegar hans, aðrir mætir menn sem ég ber mikla virðingu fyrir segja hann og menn tala það að Elon er bara the greatest to ever do it sko. Að vera skilvirkur, að búa til fyrirtæki og að láta hluti gerast. Menn tala það sem að venjulegt fólk gerir á einu mánuði, Elon gerir á einum degi. Hann er með einhverja algjörlega brjálaða náðargáfu og hefur sýnt það og sannað með því í fyrsta lagi að vera ríkasti maður í heimi, skilur, er hún senda allir saman peninga, hann er ekkert að pæla í peningum og hann er búinn að búa til SpaceX og Tesla og allt hitt dótið sitt. Ég meina ferilskránar tala fyrir sig. Já, tala fyrir sig og hvernig honum er lýst sem bara hann kemur hlutum í verk. Hann bara raunverulega býr til verðmæti með því að hætta öllu þessu kjaftaði, skilur, hætta öllu þessu bulli, koma hlutum í verk. Þannig að, og það sem er mjög aðdánuvert við hann er hvernig hann núna lagði allt undir á Trump myndi vera fórstætti. Hann lagði allt undir. Skilur, hann setti öll fyrirtæki sín, allan auðin sinn, allt lífið sitt af því að hefði þetta ekki tekist hjá honum. Hann hefði ekki verið í góðum málum. Þau hefði bara drepið hann, skilur. Þú veist, ég veit ekki hvað hefði gert við hann, skilur. En hann lagði allt undir. Af því að ég raunverulega trúi því að hann bara vilji heiminu vel, sko. Hann vill allsnægtir, sko. Hann vill bara að við lifum í sátt og samleiti við náttúruna og við fólkið okkar og heimurinn verði betri, sko. Og hann er að gera það á hæsta mögulega levelinu, sko. Og það er svo ógeðslega fyndið hvernig Guð virkar að hann gerir það í gegnum þess að gæt brisku og gölluðu manneski. Nákvæm, þarna er ég svo sammálaður, sko. En hann er að búa til þetta og síðan bara eitthvað í persónulega lífinu sínu, skilur, er hann bara eitthvað vonduðu börni sín, skilur, eða whatever, skilur, nei, ekkert, við skulum tekið þetta ekki vondu við börni sín, vondu við sjálfa sig, skilur, og það er að leiðandi spilast það út, hann er vondu við sjálfa sig, hann næri sig illa, skilur, og hugsaður eitthvað neikvætt sjálfa sig og er með eitthvað svona hella dark side, skilur, sem hann bara talar sem hann færi mikið frá pappa sínum, sko, og það er bara eitthvað svona djúpt Suður Afríku darkness í gangi þar, sko. Shit, ég fæ gæsa að þú segir þetta, sko, já, því ég kynntist Suður Afríska darknessinu, sko. Já, þetta er alveg eitthvað svona, eitthvað virkilega darkdót, sko, sem hann samt hefur einhvern veginn á að búa til ljós úr og bjóða heiminn upp á þessa þjónustu og hafa raunverulega áhrif. Ég meina, sjáu allar þessar Teslur inn á götunum, skilur. Þú veist, við sko að þið eru góð gæði, skilur. Þetta er svo geggjaða bíll og þetta er svo jákvætt og þetta er svo mikið snilld og þú getur hort á Elon svona, ok, hann er kominn bara ætlar að gera Bandaríkin skilvirk. Ætlar að bara sjá til þess að þetta land sem stendur fyrir frelsi og jafnrétti og bræðralag, land of the free, home of the brave, make America great again, skilur. Þú veist, að búa aftur til þessa stemmingu, þar sem að þau eru bara leiðtogar heimsins, leiðtogar frjálsa heimsins. Þetta er náttúrulega bara, stofnun Ameríku er eitt bara ótrúlegasta sem hefur gerst í mannkynssögunni. Þetta er bara ótrúlegt að þau hafi bara komið þarna allar þessar þjóðir saman, losna undan bælingunni og neikvæðinni og leiðindunum og bara stofnaði eitthvað ríki saman á með einhverjum grunngildi og einhverjum stjórnarskrá, bara eitthvað svona crazy dót, sko, ógeðslega pjúr og fallegt og yndislegt. Og núna erum við einhvern veginn, skynja ég
bara, wow, það alveg svolítið verið að endurvekja Já, þetta. ég er sammála því. Það var það sem ég upplifði núna. Það er eitthvað shift. Já, það verið að endurvekja þetta. Þú veist, við erum með þessa mennarna, þú veist, Elon með skilvirknina, Trump með bara, þú veist, Trump bara commander, skilur, hann bara með physical presence, skilur, og þú veist, og ég get ímyndað með þér að þú veist, ég herp ekki með honum, skilur, þú veist, þú hlýður honum, sko, skilur. Það málið. Þú veist, hann kommandar virðingu, sko. Ég hef verið í herbyggi, ég myndi segja að þeir 2 menn, og þú þekki ég mikið af fólki á Íslandi, og hef tekið viðtöl við mikið af fólki, og það eru 2 menn sem eru svona, þeir eru með þeim í herbyggi, það er Kári Stefánsson og Davíð Oddsson. Já, einmitt. Ég hef verið með mér í herbyggju og þetta er orkan sem þú fær bara, kerfið hlýti Davíð Oddssoni. Akkurat, þessi gaur ræðir. Það er bara svo leið, skilja. Já, þessi gaur ræðir, sko. Og Trump er alveg eins, sko. Og það er eins með Davíð eins og Trump, menn gallaður mörgu leiti. Og talandi að vera bara, þú veist, eitthvað, þú veist, skrifandi einhverja pistlu með eitthvað sem gerðist fyrir mörg og vera einhvern veginn, svona, hvað er íslenska orðið yfir að þeir eru svona, ekki hefnigjarn heldur, þeir eru erfir eitthvað svona lengi, sko. Já. Og það er tilfinning sem hangir inn í þér, sko. Já, akkurat. Þannig að mér finnst þetta svo góðu punktur sem þú ert að koma með, þetta þarf að gerast í gegnum þessa breysku menn. Þannig séð, þú veist, nú tel ég mig vera kærleiksríka mann og ég er mjög mikil diplomati og ég er mjög góður í að sjá hvaðan fólk er að koma og þess vegna en gæi eins og ég, allavega eins og ég hef lifað lífinu minni hingað til, ég myndi ekki geta staðið þarna og tekið á mig allan hennar skít eins og Trump er að gera. Þú veist, þú getur ekki verið, ég held að sé rosa hæpið að þú getur verið bara einhver gangandi Dalai Lama að taka á þig þetta og þú átt að vera gæin sem skiptar þessari orku. Já, þarft að vera, þú veist, einhvern veginn þegar ég var að gera heimildamyndina mínum fótboltanarslið, þá var elsti maður í liðinu, Gunnleifur Gunnleifsson markmaður, hann sagði mér svolum, nú er búin að vera allan hennar tími í íþróttum og ég er búin að vera innan alla þessa afburða menn. Mér langar svo mikið að gera einhvern veginn heimildamynda bókum og bara fá bara alvöru fólk að borðinu til að sko, er hægt að ná í efsta klassa á þessu alfa leveli í íþróttum án þess að vera bara algjör dúsbæk. Já. Þú veist, þetta eru 2 hliðar á sama penning, sko. Þú nefndi darksætið, sko. Akkurat. En og hver var niðurstaðan? Þekkjum við íþróttamenn, skilurðu, sem að eru svona high consciousness, eru pure, skilurðu, og nálgast alla, þú veist, ekki með þetta svona, að því að þetta brjálaða svona keppnisskap og árásagirnin sem þú þarft í þetta, skilurðu, eins og þú veist, það eina sem ég fíla ekki við eitt af því sem ég svona fíla ekki við Trump er þessi árásagirni, sko. Ég fór á geggjaða mynd sem heitir The Apprentice sem að Ali Abasa leikstjóri gerði ævi Trump og hvernig hann kom upp í New York og byggði veldið sitt í rauninni, svona 70s, 80s í New York og það er mikið verið að fjalla sko sambandi hans Trump við lögfræðingin hans, Roy Cohn, sem að kenda honum allt, bara dirty lögfræðingur, skilur, bara svona dirty lögfræðingur og þá var það sko, það voru 3 reglur sko, það var bara, þú veist, þú viðurkennir aldrei ósigur og ég sammála því sko, maður á aldrei að viðurkenna ósigur, af því að þú sigurir bara, skilur, þú sigurar alltaf ef þú ert surrenderaður, skilur, ef þú leifir þess að gerast, skilur, aldrei viðurkenna ósigur og síðan var það eitt annað sem að var inn í þessum sem að Roy Cohn var að kenna sem ég var ósamlega og það er attack skilur, þú veist, það er og hann lærði það bara attack skilur og ég fyrir mína persónu uppbyggingu og mitt vibrasjón, það er ekki Nei, ég sammála. Það er ekki það sem að ég fíla. En ef maður horfir á bara aftur þessar orkur, þú veist, ég meina að því aftur, maður vil ekki vera að nota neikvæð, en þetta vókdót sem for lack of a better word, þetta er bara ill orka. Þetta er sambland af fórnalamba orku og bara mannvonsku. Þurfti ekki bara Trump til þess að sigra þessa orku? Þurfti ekki, að því þú veist, litla drullan sem þú þarft að taka á þig til þess að og þú notar orðið attack, til þess að attacka þetta. Akkurat. Ég meina, við erum búin að búa í samfélagi þar sem ég ætla bara að segja, við erum ennþá þar. Flest allir segja ekki ennþá raunverulega skoðun sína
út af því þeir eru hræddir við þessi orku. Já. Þeir eru hræddir við að þessi orka muni ráðast á þá. Já, og þessi orka er alveg mjög dularfull, sko, og fylgdir, sem að sér bara hvað að gerast í samfélningunni núna með hann Þórsnæ, skilur, þú veist, það sem að allir eru bara eitthvað svona benda hvern annan, skilur, eitthvað, þetta er rátt, þetta er rétt, þú veist, það er bara svo ótrúlega erfitt að portreyja þig sem manneskja, þú veist hvað er rétt, þú veist hvað er ránt, þú veist hvað er gott, þú veist hvað er vont og þú ert réttur og þú ert góður, skilur. Þegar að þú vilt gera það, eða aðalega þegar þú ert að segja öðrum að þeir séu hvernig þeir eru, þá er það svo erfitt að það kemur síðan í baki að þér, sko, þú veist, að bara svona er manneskjan ekki, skilur, þú veist, það gera allir einhver klikkuð mistök og það er allir svo briskir og gallaðir, sko. En það er svo erfitt að vera það ef að þú ert að moralísera yfir öðrum, sko, og þannig étur byltingin börnin sín, sko. En eins og það er áhugavert þegar þú segir, þetta er dularfull orka. Mjög, sko, oft svona, ég skil þennan hugsanagang ágætlega, ég var hana, sko, ég var alveg illa vók á því, sko, þú veist, ég var alveg svona nálgaðist svona, þetta var svona intellectual frameworki manns, skilur, það sem múst alltaf að reyna að greina eitthvað að þetta væri vont út af þessu, skilur, og sem er svona svolítið þetta svona lúsera vinstrimanna hugafar, skilur, það sem múti alltaf að reyna að greina af hverju allt er svona ömulegt, í staðin fyrir að greina af hverju allt er svona gott, skilur, þú veist, og þess vegna hef ég mikla sympatíu með þessu hugafari, sko, því að ég skil þetta mjög vel, sko, ég var hana, sko. Já, einhvern nótt, ef þú ert alveg fastur í framheilanu þínum og ert ekki mjög tengdur líkamannu þínum og ekki tengdur hjartanu þínu, þá sko einhvern nátt, þú veist, allt því að í grunninn er þetta allt rosa góð málstafur. Þannig í grunninn er hægt að intellektualisera þetta allt saman. 100%, sko. En ef þú tengist innsæðinu þínu, þá bara fattar þú strax að þetta er skökk orka. Já, þetta er, þú ert að beina athyglinni á rangan stað. Algjörlega. Þú ert að beina henni á rangan stað. Þú ert ekki að beina henni í uppbyggingu, þú ert að beina henni í niðurrif og maður getur bara séð að hver sem er að sigrast á sjálfu sér, hvort sem það sé í listum eða íþróttum eða viðskiptum eða stjórnmálum eða hvað sem það er, sko, þú veist, fólkinu sem að gengur vel, það er ekki að setja athyglinni sinna á svona neikvæða hluti, sko, það gerir það ekki, sko, þú setur athyglinni á það jákvæða og þú lifir í trausti og þú lifir í stolti og þú lifir í stemmingu, skilur. Þú veist, þú setur athyglinina á svona neikvæða hluti og getur hvað, skilur, þú veist, það er mín upplifun að lífinu að þá fara það tilbaka, sko, í alls á frumlegan hátt, sko. Algjörlega, og einmitt eitt af því sem ég langaði að ræða við var karnivórið, þú ert komin hérna djúpt inn í það, það verða næstuði búið með hálft ár þegar þú situr hérna hjá mér og bara hrósaði fyrir það, vel gert. Takk fyrir það. Það er bara mikill ægi sem þarf í það og talandi einmitt að sitja með sjálfur sér. Ég gef mér það bara að þú þurft að sitja mjög mikið með sjálfur þér, því matur er bara, við erum alltaf að setja eitthvað upp í okkur, þetta er félagslega tengt, ég hef fundið þetta þegar ég fasta. Maður þarf aldrei að sitja mikið með sjálfur sér eins og þegar maður fastar. Að þá hef ég átt horft á þannig að þú veist, ég held þú gætir ekki verið í djúpt inn í vókinu ef þú ert heilbrigður. Það er ekki hægt. Og þess vegna ákveðin átt að maður sýnir sympatíu með þessar orku, því þú kallar þetta dularfulla orku. Þetta er orka veikinda. Þú veist, það eru kannski bara mikla bólgur í líkamanum á fólki sem er djúpt sokkið í þetta. Það veldur því að heilastarfsemi þín er ekki alveg svona, þú veist, þegar þú ert mjög vel tengdur innsæðinu þínu og bara, tengdur inn í sorsið, þá líður þið bara alltaf vel til þess að geta verið í þessum pælingum, það er ekki séns. Ég átti svona tímabil í sumara sem ég er þarna, ég tek psychedelic ferðalag og þá enn og aftur kemur til mér bara þessi líkami. Og svo er ég þarna að horfa á bara, ok, ég er hérna í Afríku, jarðvegurinn hérna er bara, hann er perfekt, sko, og ávextinir og grænmetið, þetta er allt bara, það er svo mikil næring í þessu, þú veist, vatnið inn í ávextunum er að næra frumurnar mínar, og í dagana eftir þessu, þá bara, þú veist, ég og kærastan mér, við köttuðum bara út allt nema bara borða náttúrulega fæðu, og ég var bara labbandi á ströndin og mótnana, bara hvaða teppi er þetta sem ég er að labba á hérna maður, og bara horfa upp í, bara takk, þetta er svo fallegt, þetta er svo gott, og þegar maður er í þessari orku, þá langar maður bara að hjálpa þeim sem líður illa, sko, ekkert annað, bara getum við öll reynt að komast þangað, sko, og leiðin þangað er fyrst bara hvað get ég gert til þess að koma sjálfum með þangað, sko. Já, það er eina sem virkar og síðan
þú veist, það bara man in the mirror, sko. Það bara hannig og, þú veist, og að vera góður, sko, það ég var að lesa bók sem heitir I Am That eftir Nisargadatta Maharaj, indverskur, uppljómaður maður. Og þetta svona viðtalsbók við hann. Fólk kemur og hittir hann og hann bara alveg fulli uppljómaður og fólk að spyrja hann svona spurninga. Þannig að þú færð svona sjónarhornið frá venjulegu fólki og síðan hann og hann svaraði hann alltaf og svaraði hann svolítið eins og Guðni Gunnars skilur bara eitthvað þegið, skilur, þú veist, og svona ógeðslega frumlegur, ógeðslega skilvirkur og það var eitt sem að hann vill aldrei gefa neinn svona praktísk ráð fyrir lífið. Það hann að segja bara, hei, hættu þessu og uppljómastu, skilur, droppa þessu. Þú veist, hættu, farðu úr líkamanum, farðu úr huganum og hann neitar öllum svona intellectual og svona praktískum ráðum, skilur. En hann sagði, ég skal gefa eitt ráð, það bara eitt. Og það keep your virtues to yourself. Vertu góður bara fyrir þig, skilur. Æfa sig í því. Þarft ekki neitt kredit, þarft ekki neitt tilbaka, skilur. Og það alvöru góð orka. Nákvæmlega, sko. Það bara alvöru fegurð í því, skilur. Það sem að því að maður þekkir þetta svo vel, þegar maður gerir eitthvað fyrir einhvern veginn, viðurkenndu það, skilur, að ég gerði þetta fyrir þig, skilur. Segðu takk, skilur. Bara, nei, ekki neitt. Ég vil ekki neitt. Skilur. Og maður finnur þetta, það sem kemur til mér núna þegar þú segir þetta, þá allt í hennu rífast upp fyrir mér þegar að þetta 2015-16 þá var hópur af bandarísku fólki hérna á Íslandi, mjög velstæðu fólki sem vildu taka jógakennarana á Íslandi. Þau voru tengd inn í indversku ríkisstjórnina. Þannig að indverska ríkisstjórnin sendi bara einhvern super high level jógagúrú til þess að kenna þeim. Og vinur minn var að vinna á tónikbarnum og Glow. Hann kynnist þessu fólki og okkur búið að joina þau í tímaðana og ég hef farið í talsvert marga jógatíma en ég hef aldrei hort þar sem maðurinn var að gera fyrir framan okkur. Sko, hann stóð á höndum með krosslaða fætur hlæjandi að spjalla við okkur. Ég hef aldrei séð neitt í líkingu við það sem þessi maður, hann eins og sé ekki líkama. Og bara allt við þetta var bara á hvaða leveli þessi gæi og svo hafði ég verið að leiða hugleiðslega á þessum tíma þannig að eftir að tíminu búinn og svona, þá labbaði ég upp á honum að því mér langaði þess að fá smá ráð sko. Ég ætla að gefa mér þessi kannski sú manneskja sem ég hef hitt á ævi minni sem veit mest hugleiðslu. Ég labbaði upp á honum og ætlaði að byrja að spyrja hann og spurði hann, heyrðu, ég að leiða hugleiðslu og hann að spáði, þú veist, hvað hérna áttu ykkur svona ráð? Hann bara horfði á mig. Svo byrjuði að koma tár niður augun á honum og svo segir hann, miður má ég ekki segja þér neitt hugleiðslu. Ég var mjög nálægt því að uppljómast en egoið mitt var stórt. Og ég fór bara að gráta, sko. Að því ég upplýði bara, talandi þetta, að þú veist, ég ætla ekki að spila sjálfa mig stærri en ég og ég má það ekki. Hann var bara að vinna í þeirri orkutíðinni. Ég má ekki þykjast vera eitthvað sem ég ekki. Akkurat. Og ég upplýði þetta svo sterkt, ég upplýði bara, þú veist, þú sko ert að hafa mikil áhrif á mig bara með fríkvensínu. Nákvæmlega. Já, ég meina það alvöru áhrifin. Það alvöru áhrifin, orðið ekki neitt, sko. Þú veist, orðið ekki neitt, já, þetta powerful. Hefur upplýðið það á psychedelic ferðalögum að, þú veist, að við notum orð til að tjá okkur. En svo erum við líka að tjá okkur með orku. Ég hef upplifað svo sterkt einhvern veginn annan tjáning á máta. Já. Og svo hefur tungumálið orðið til, þú veist, að við erum á dýraríkinu og að tungumálið sé ultimatið. Og þess vegna svo mikilvægt að við notum orðin okkar rétt. Við notum þau fallega og notum vegna þess að þau eru það sem Guð gaf okkur sem hæsta sköpunarverkinu í dýraríkinu. Og við erum bara að fara rosalega illa með það ef við notum þau í svartakarn, sko. Ég rosalega, sko, og það situr í mig myndband sem ég sá eitthvað að heyrða af það sem hann Sadhguru fór til T.O. Vaughn í podcastið hans og var að, þú veist,
og var að taka svona dæmi hann, skilur að þú verður að hugsa jákvætt, skilur, þú verður að hugsa uppbyggjandi, þú verður að hugsa í affirmations, skilur, þú mátt ekki segja eitthvað, fuck, ég vil ekki vera veikur, shit, ég vil ekki vera veikur, skilur, eitthvað, ég vil ekki vera fátækur, ég vil ekki vera, þú verður að hugsa, já, ég vil vera heilbrigður, ég vil vera ríkur, ég vil vera hamingjusamur, þú verður að hugsa þetta í jákvæðum, skilur, og hann tók eitthvað svona dæma sem hann tók hann eitthvað og sagði bara, ok, ekki hugsa apa, 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 skilur. Hvað hugsa skilur, alls ekki hugsa apa fyrir þú. Ekki vera að hugsa apa. Og hvað gerir hugurinn, skilur? Bara beint, skilur. Og þetta alveg sömu lögmál með allt hitt, skilur. Þú veist, og þess vegna svo ógeðislega mikilvægt að nota orðin sín, sko. Og það svo geggjuð æfing að standa sig að því að nota þau vitlaust, sko. Og geta síðan snúi við, sko. Af því að, ég veit eins og þú segir, orðin eru rosalega kröftug orka, sko. Ég fann að finna þetta núna, ég er búin að taka nokkra þætti núna fyrir kosningarnar. Og þá finn ég þarf að vanda mig mjög mikið þegar ég fer að tala stjórnmál. Já. Stundum finn ég bara hvernig tíðnin hérna í þessu rými dettur niður. Já. Að því maður fer að tala einhver kerfi og hvernig á að breyta einhver og bara svona, þetta svo mikið öfugu æðruleysisbæn, sko. Já, ég veit það. Og það einmitt fyndið með þessi íslensku stjórnmál bara, Ísland ekki alveg tilbúið í þessa öld einstaklingsins sem að mér finnst vera að gerast út í heimi, sko. Af því að við sjáum út í heimi Trump stærri en Hvíta húsið, Elon Musk stærri en NASA, Joe Rogan stærri en New York Times. Þetta bara einstaklingar. Hárrétt. Sem að hafa bara verið þeir sjálfur, gengst, verið briskir og verið sökkaðir og verið snillingar, skilur við. Hvað sem ekki að bubbalega, ég skýta ég snillingur, skilur við, hafa verið það og eru bara orðin stærri en þessi kerfi. Eru bara orðnir þökk sé tækni, þökk sé væpbreytingum, þá eru þeir stærri en þessi risastóru kerfi. En hérna á Íslandi kerfi alveg, einstaklingurinn ekki að rúla hér, sko. Þetta góða punktur, sko. Kerfið alveg mjög einhvern veginn djúpt í okkur, sko. Og öllu svona, þú veist, eins og maður bara reyna að sjá sér fyrir, ok, segjum að við fáum eitthvað supreme glorious leader, skilur, hvernig gæti hann tekið yfir Ísland? Ég sé það ekki alveg. Nei, Af því þetta svo risabákn, skilur. Það rétt, sko, ég sammála þessu. Allir þessi flokkar. Ég verið að velta þessu fyrir mér með fjölmiðlana. Það náttúrulega hefur verið minn geir í langa tíma. Sko, þú veist, það er svo augljóst það sem er búið að gerast í heimir að mainstream fjölmiðlar eru bara að tapa. Já. Þú veist, þú fyrir forsetakosningarnar núna. Þeir eru bara búnir. Ég veit ekki hvort að það var, en þú veist, þegar að Trump mætir hana til Joe Rogan, þú veist, þetta eru 50 miljón view á YouTube, annað eins og X, annað eins og Spot, þú veist, þetta verðum bara að tala þetta er stærsta podcastmængir svonar. Kamala mætti ekki. Nei. Svo kemur J.D. Vance, varaforseti Trump og mætir líka til Joe Rogan. Já, 4 tímar. Þetta sílaði kannski bara kosningarnar, sko. 100%, sko. En á Íslandi, þú veist, aftur, framheilin allavega á erfitt með að sjá hvernig bæði neytenda þróunin breytist þannig að, þú veist, þetta verði ekki lengur þannig að mesta áhorfið sé á Gísla Martin á föstudagskvöldum og RÚV, einhvern veginn þessi stær. Þú veist, og það var áhugavert fyrir mig að fá að prófa að vera í þessu hlutverki. Það voru komið 35.000 downloada með alltaf lókað einst þáttjómar, sko. Ég var að verða stærri en fjölmiðlarnir. Ég var að verða bara og það sem ég þurfti að gera, í staðan fyrir að fara í grett, þetta shit, ok, ég misti, ég fæ þetta aldrei eftir. Hugsa, ok, ég olli ekki hlutverkina. Nei. Ég var komin í þetta hlutverk. Ég bara talandi um sjálfsábyrgð. Ég bara þetta fara, ok, svolítið. Ef að lífið minn einhvern veginn aftur kallaði þetta hlutverk, þá voru að vera betur tilbúin. Akkurat. Já, taugakerfið var ekki tilbúið. Þannig að þú bara manifestaði það að vera kanslegaður. Já, í raun og veru. Í raun og veru, sko. Já, taugakerfið var bara ekki tilbúið að taka mótið þessu. Algjörlega. Og þess vegna svo gott að í raun og veru, þú veist, maður flippar á milli, en í raun og veru geta sagt, ok, það var það besta sem gæti komið fyrir mig. Já. Af því að endanum vil ég vera betri maður. Fekk stórt verkefni. Já, bara stærsta. Kanselleringin á mér var ekki lítil, sko. Nei, þú varst krossfestur. Já, þetta var alvöru. Þetta var alvöru. Ég meina, þú fekkst bara alveg hnífinn í líkamann, sko. Já, ég fekk þetta líka á tímabili þar sem að, þú veist,
ég meina, dómsmálaráðherra landsins talaði gegn mér viku síðar, sko. Þú veist, það var alveg skárra að vera kanselað þarna 3-4 mánuði síðar, sko. Já. Ég var fyrstur Já. í röð Me Too nr. 2. Já. En aftur, það er bara, þú veist, það er alveg sama hvernig ég snýr þessu. Þú veist, ég ætla ekki að segja þér hvað ég vaknaði marga morgna og var með einhverja þráhyggju hugsanir einhvern sem var búin að segja eitthvað ljótt mig og eitthvað svona leiðilegt. En það var önnur rödd og talandi þessa frábæru einstaklingi sem er umgengst. Að ég man bara, þegar ég hringdi í Tolla Mortens viku eftir að svona 4 dögum eftir þetta búið að gerast og ég, shit, hvað ég vorkenndi sjálf mér. Talandi að koma með einhverja þannig orku og svona gæðir sem Tolla. Já, akkurat, hann fyrir klára þér. Sölvi minn, ég þekki það alveg nógu vel til að vita að það er eitthvað að ljúga eitthvað miklu upp á þig. En ég þekki lífi líka nógu vel til að vita að þú þarf að skoða þinn þátt í þessu. Já, ég veit. Og bara allt í, minn þáttur, ok. Já. Það snýri svo við. Og þá var strax komið þetta fræ að eftir þetta gat ég ekki önsýnað það sem hann hafði sagt mér, að því ég ber bara það mikla virðingu fyrir Tolla. Og svo var reyndar annar, þekkir Brynja Karl, körbóltinn. Ég þekki hann ekki persónulega en ég veit hver hann er. Hann hringdi í mig nokkrum dögum þegar þetta skeið og sagði, Sölvi, shit, til hamingjum mér. Er þetta grínast til hamingjum? Já, ég veit. Það eru bara champions sem fá að fara í gegnum svona, það er þetta grínast. Já, ég meina augljóslega. Þetta er lífsreynsla sem að bara í allri þróun mannkynsögum er ekki margir fá, sko. Það er bara þannig og en aftur og bara hugsa maður, þú veist, því það er svo auðvelt að fara í eitthvað svona ríkrett, að hugsa, þú veist, út af því bara algoritmanir, svo er ég shadowbannaður og svo fer ég með dótið mitt í áskrift, það er erfitt að ná sama flugi eftir. En þá aftur, talandi að fara úr framheilunum og niður í hjarta, ok, einu sem ég get gert, er bara að reyna að betri maður á hverjum degi, bæta mig. Og síðan bara ef að þú ert kallaður í eitthvað hlutverk, þá ertu búin að vera að prepara þig. En myndi þið langa til þess að podcasti myndi vera jafn vinsælt og var? Hvað er visionið þitt, skilur? Hvað væri drauma lífið þitt, skilur? Sko, þetta er mjög góð spurning. Og kannski er ég ekki ennþá alveg tilbúin kannski er ennþá of mikið ego. Þú veist að því einmitt, Brynja Karl spurði mig einu sinni, bara hvað er það að gera með þessu bókarti? Hvað er markmiðið með þessu? Og þá kom bara beint út um mér, ég er að reyna að draga úr kollektífri dómhörku í landinu. Þú veist, og mér fannst alltaf mest gaman þegar eitthvað komið í viðtal minn, svo fikk ég fullt að skilabóðum, ég ætlaði nú ekki að hlusta á þessa mannesku, en svo kann ég nú bara vel við hann eftir að hafa heilt í henni hjá þér. Það er það sem ég hef alltaf viljað standa fyrir. Þú veist, nú er ég búin að vera að fá þessa stjórnmála leiðtoga hérna. Ég sé þau öll sem fólk og ég trúi þau öll að þau sé að gera sitt besta. Og þannig að auðvitað, ef maður er í þessu, auðvitað gaman að fá að vera leiðandi, en þá þarftu að ég er líka bara ekki nógu heiðalur á þessum tíma, skilur. Þú veist, þess að núna, menn ef þú átt að vera í, þú veist, það er bara að geta að tala sannleikann, sko. Og þitt hlutverk í okkar samfélagi er mjög mikilvægt fyrir upp á þetta að gera, því að þú nær til fólksins, þú ert maður fólksins. Þú ert okkar Joe Rogan, skilur. Joe Rogan nær til fólksins að því að hann er hann sjálfur og hann er ekki óaðgengilegur, skilur. Þú ert maður fólksins og þetta podcast nær til fólksins og það sanna að það gerði það og þá er það bara, ef þú vilt að vera enn aftur, það mun að gerast. Ja, hárrétt. Þú verður bara að biðja um það. Hárrétt og líka bara því eins og ég er að hlusta á þig svo að og takk fyrir hlýorð kann að meta. Ég hef mér hugsa bara, þú veist, ef Snorri bróðin er núna þú veist, hann er komin í mjög gott sæti. The big leap. Segjum nú sem svo að hann myndi enda sem ráðherra. Því ég er búin að hlusta á ykkur, segja, þá ert þú búin að spila stórt hlutverk í að prepara Snorra í að verða betri ráðherra. Út því þú ert búin að vera að gefa honum spiritual sprautuna sem hann hefur þurft á að halda. Þannig að, ég minni svo, ég fekk, þú veist, maður veit ekki, þú veist, það er svo fallegt að með bara, þú veist, hvert er hlutverkið? Þú veist það kannski ekki fyrir en aðeins seinna. Það er svo þegar Birgir Örn, hérna, sem kom fyrstur ayahuasca til Ísland, kom hérna í samtalið mig og það var svo áhugavert að kvöldi áður fer ég á sveppatripp og ég hafði ekki verið að plana það. Svo þegar hann situr hérna og eftir að viðtala að búa, þú segir bara, sérstakri, gæinn var að manifesta það að ég væri í þessu ástandi þegar ég tæki viðtalið hann. Hann er að operita á það háa leveli, sko. Og ég
segja við henni viðtalinu, skerði greið, þú ert maðurinn sem kynnti psychedelics fyrir mér og nú ég kannski stærsta pípan út í þetta samfélag að tala bara opinskátt mína reynslu af psychedelics. Það þú að hafa þau áhrif í gegnum mig, skilur. Og síðan fyrir við að spjalla hlut og við vitum ekki, kannski eitthvað að hlusta okkur nákvæmlega núna. Hann mun kannski hlusta á þetta podcast eftir 3 ár. Hann hefur rosa pening eða áhrif og að hafa eitthvað geggjuð áhrif í gegnum okkur. Svona virkar þetta, sko. Svona virkar þetta, sko. Og það mjög dularfullt, sko. Þú veist, og þess vegna einmitt, sko, bara keep your virtues to yourself og skilur, og ekki vera að reyna að greina það, ekki vera að reyna að fá okkar kredit fyrir eitt eða neitt, sko. Nákvæmlega. En þú veist, það einmitt bara þetta að fallega, sko, að gangast við sínu hlutverki, skilur, þú veist, bara, og kannski það þitt hlutverk að vera bara með þetta risastóra podcast fyrir Ísland til þess að eins og þú veist það sem ótrúlega gott sem að Joe Rogan hefur gert þótt að þú veist ég hef ekki það mikið hlustað á hann eða sækist ekki mikið í hann almennt sko, en auðvitað ekki með gott vitar að hlusta besta sem hann hefur gert bara fyrir heiminn að hann hefur normaliserað og populariserað svo ógeðslega mikið að bara efast aðeins ég ekki alveg að kaupa þetta í okkur skilur, ég ekki að kaupa þetta Democrata New York Times dót skilur hann mainstreamaði það svo rosalega mikið. Núna það bara sjúklega venjulegt og basic og bara allt fólk svona, já, ég ekki alveg að trúa sem þessi fjölmiðlar að segja mér, skilur. Það mjög mikið honum að þakka, sko. Það rétt og ég segi eins og þú, ég hlusta ekkert oft á, þú veist, ég tók allt podcastin við Donald Trump, mér finnst það bara ok. Já. Ég búin að bíða pínu eftir þessa, því að þetta verður stærsta podcast sem hefur verið gert. Ég náðu ekki að klára það, sko. En hérna, mistur þú bara það? Já, ég bara svona, ég veit alveg hvað að tala um, ég er alveg sammálaður. Þetta er ekkert há víbrasjón. Nei. Ég meina, þegar ég hlustaði á Naval Ravikant og Joe Rogan, það er miklu hærri víbrasjón. Miklu hærri víbrasjón. En hérna, þetta er rétt sem þú ert að segja og þú veist, og þá einmitt svo áhugavert. Það var frétt núna í fyrradag að Elon Musk og einmitt nokkur aðrir ætti að fara í vaða í svampið, vaða í ríkisvöld. Og í fréttinni stendur margir eru uggandi. Margir eru uggandi. Akkurat. Ok. Sko, og þá hugsa maður mitt, þú veist, ég vona að það sé alltaf fleiri og fleiri sem lesa svona frétt og eru bara, hvað eru það að skrifa? Akkurat. Margir eru uggandi. Það er bara því þín skoðun svo að þetta sé ekki gott. Nákvæmlega. En ég meina, sé hvað ég væri til í að fá Elon Musk og vaða í hvernig það verið að nota skattpenningan á Íslandi. Það væri geggjað. Það væri fokk snill. Því trakkrekordið hann sýnir bara, hann kannar eitthvað fyrirtæki, sko. Já. Það sýnir það heldur betur, sko. Það sýnir það, sko. Þú veist, og þessuna mitt mikilvægt, sko, að við séum með öflugt fólk á öllum vígstöðum að þjóna fólkinu á sinn hátt sko, og þannig að hver og einn sé í rauninni að upplifa að fylgja sínum tilgangi og nýtið þjónustuna eins og þetta podcast skilur, þessi þjónusta fyrir fólkið nýtið það sem í rauninni þroskaferli til þess að verða betri maður skilur, þú veist, þú lærir mikið af því skilur, þú lærir mikið af því að taka viðtölin að framleiða þetta, að koma businessinum áfram skilur og þá það rosalega mikilvægt að menn eflist í því og double downi í rauninni á sitt hlutverk sko. Algjörlega. Og þá það sko, þú veist, það þitt hlutverk að tala við massan, skilur. Kannski ekki alveg eitthvað svona venjulegasta massan, en samt svona ágætlega stóra massa af fólki. Þú veist, það ekki eitthvað allir sem að fíla eitthvað psychedelics og free thinking, skilur, þú veist. En þá það spurning, sko, hvernig samt hægt að ná fólki sem að svona kannski ekki alveg á móti, sko. Það áhugaverð spurning, sko, til að ná bara alveg eins og rúf áhorfi, sko. Hvað myndir þú segja með þig? Því að þú spurði mig, ef ég spyr þig því sama, þú veist, hvað langar þig að gera eins og, þú veist, bara með podcastinu þínu og því sem þú veist að gera? Ég sem fígúra núna tala ég sem vitundinn á bakvið persóna, skilur, Bergþór Másson ég ekki fyrir massan, sko þú veist, ég of intellectual og of spiritual og of nísgaur, skilur það sem að ég fíla, það sem að lætu mig tikka, þú veist, ég var ekki alin upp í alþýðu menningu, skilur, ég tengi ekki við ég fíla ekki að fara tónleika, skilur, þú veist, ég fíla ekki að vera í stórum hóp,
skilurðu, ég fíla ekki hópaæfingar, skilurðu. Ég svona skrýtingaur, skilurðu. Ég bara þegar þú ert að tala og ég bara tengi 1000% við þetta. Já, þú veist, ég er skrýtingaur og ég með nýtt áhugamál. Ég er mjög ástríðufullur fyrir því sem ég hef áhuga á og það er mjög breytilegt og svona kemur og fer úr lífið mínu. Ég er með svona rosa sterka intellectual hlið og rosa sterka spiritual hlið og síðan líka rosa sterka bara svona heilsu og svona holistic pælingar og ég næri allt þetta á mismunandi hátt en það er rauninni voða lítið við mig sem að er eitthvað fyrir venjulegt fólk og er eitthvað fyrir massan sko og ég hef en á sama tíma þá eru vinir mínir fyrir massan sko eins og til dæmis Aron Kristinn besti vinur minn sem vorum bara 6 ára hann er massa maður sko skilur hann er vinsælasti gaurinn á TikTok og hann talar þar við fólkið skilur þú veist af því að það sem hann fílar skilur hann fílar fótbolta hann fílar coolbet hann fílar poptónlist skilur ég fíla þunga bækur skilur og ég fíla eitthvað svona skrítið esoteric mystical dot skilur og það er minn tilgangur að double downa í það væri mikla villigöndur ef ég færi að reyna að vera eins og hann að tala á TikTok, eitthvað að djóka og hlæja og grínast, skilur. Það sem kemur líka bara til mér núna, af því þú umgengst mitt, þú veist, líka fleiri strákar sem í, þú veist, eins og Loga Petra og Birni og fleiri. Já. Að segja mér svo að þitt hlutverk sé, skilur, kannski þú að injekta í þá. Já. Og þeir eru síðan á einhvern nátt að injekta því í massan. Já, klálega, sko. Og það er svo fallegt að skilja það sé líka hlutverkið, skilur. Ja, það er hlutverkið, þú veist, ég influensa leiðtoga, skilur, sem að síðan taka þetta einhvern veginn lengra, sko. Og ég hef einhvern veginn alltaf alveg vitað það, sko, að, þú veist, það er ekki mitt hlutverk. Jú, ég mæti hérna í podcast og ég læt gamminn geisa, skilur, þú veist, það er ekkert mál fyrir mig, ég er ekki hræddur, skilur, mér er alveg sama hvað einhverjum finnst hvað ég er að segja hérna, skilur, einhverjum finnst þetta crazy, aðri tengja, skilur, og fólk sem að tengja, það tengja djúpt, sko. Það tengja djúpt og ég er rosalega þakklátur fyrir það, sko, að finna fyrir þannig stuðningi, sko. Og ég er búin að ákveða það sé ákveðin hópur af fólki sem er að hlusta á podcastið mitt, sem er að hlusta með hjartanu, sko. Og tengir inn í víbrasjónina. Já, ég trúi því líka, sko, og ég trúi því að mitt hlutverk, jú, það er að vera public facing, skilur en aldrei á einhverju, þú veist, mér hefur aldrei langað til þess að vera með, þótt ég hafi verið kringum tónlist og bara rapp var bara það sem ég elskaði mest öllu, ég hef aldrei viljað vera gaurinn upp á sviði. Ég fíla miklu meira að vera Njáll á Bergþórskóli heldur en Gunnar á Hlíðarenda, skilur. Frekar að vera Morpheus en Neo, skilur. Þú veist, ég þarf ekki, ég nærist ekki á athygli, sko. Ég fíl það ekki eins og til dæmis Snorri fíla það eins betur, skilur. Þú veist, þess vegna er hann í sínu dæmi núna, komin í showbiz, skilur. Áhugavert, því það er alveg partur af mér einmitt, eins og þegar ég byrjaði að halda fyrirlestra eftir bókina mína, mér skeggjað að vera með krát fyrir fram mig og bara, ég er að horfa hérna og ég vil bara, þú veist, ég finn ef að víbrasjónin dettur niður hérna á einum, þá er ég ætla að worka á þessum gæja, ég vil bara kommanda salin hérna og mér fannst það rosa, þú veist, það er alveg í mér eitthvað svona kvíðin lítill strákur og óöruggur, en mér fannst það rosa gaman að fá að testa mig í því og og líka bara einhvern veginn, ég veit ekki, að fá að vera influential. Það er eitthvað í mér og þá er það þetta, þessi þunna línu. Ég vil ekki að komi frá einhverjum svona egostað þar sem maður er að leita athygli og það hefur alltaf verið það sem ég hef verið að berjast við líka, því maður er bara mannlegur, skilur. Og þá er einhver partur af manni sem að fóðurast á athygli. Maður er alltaf með einhverja manneski sem maður vill samþykki frá, skilur, sem maður er að reyna að sækja það í gegnum eitthvað svona, sko. Þú veist, maður er alltaf, ég held að það fari ekkert öndilega, sko. Svo lengi sem maður er inn í einhverjum líkama og með eitthvað ego, sko. En ég tengi svo mikið við, sko, þess að við tala um uppeldið ykkar, sko. Ég er alveg upp af foreldrum sem eru með, hátt menntunarstig og þú veist,
fyrir mig að fara á þjóðhátíð í Eyjum eða fara hérna á Sólarströnd eitthvað bara gleymdu hugmyndin þannig að þess vegna held ég tengt líka svolítið við ykkur þegar ég hefur að hlusta á ykkur tala sko. Það er svona ég tengi við þennan part og svo líka þetta sem voru að tala með rappi og hiphopi sko. Ég var hérna gerðist áskrifandi af The Source þegar ég var sko 13 ára gamall og þá hafa fyrir tíma náttúrulega Spotify og meiri sér fyrir, þú veist, þannig að mesta gleðin var þegar sko pabbi mig var að fara til útlanda þá geti ég verið að láta ná í geisladiska sem voru ekki komnir hingað Akkurat Það var eitthvað í hip-hop senunni á, þú veist, þarna in the 90s sem að alveg bara veist, og það er líka þessi svona anduð á kerfinu sko. Já, og bara, sko, fögnur á því að hérna eru menn sem að koma úr kúltúr þar sem að viðgengst mikið ofbeldi og mikil fátækt og mikil eymd og allir á móti öllum. Rappið er bara fögnur á því, hey, we made it out the hood. Við náðum að breytum hugafar. Okkur tókst, það er eina sem að gerðist, sko. Þú breytir bara hugafar. Þú hættir að vilja drepa vininn þinn, hættir að vilja drepa sjálfa þig og vildir búa til verðmæti, vildir sjá fjölskylduna hérna, vildir skapa eitthvað fallegt fyrir heiminn. Þetta er bara fögnur á því. Okkur tókst að breytum hugafar. Fatta þetta daginn. Þetta er bara það sem að rappið er og þetta er það sem ég hef tengt við bara, ég náði að breytum hugafar. Ég er ekki lengur hættur. Þið stjórnir mér ekki. Skilur, þú veist. Maður upplifði bara með talandi að hlusta með hjartanu svo hátt orkustig, sko. Já, rosalega, sko. Bara að ná að breyta hugafara því að hugafarið býr til allt, sko. Það býr til allt. Það er líka eitthvað í mér, ég veit ekki hvort að þú tengir við það er þetta með að því þegar þú segir þetta með massan þú veist, ég er óbólusettur, sko. Skilur, þú veist, ég hef alltaf séð meiri segir hruninu. Ég horfi á múgsefjun stundum áður en hún gerist, sko. Og þú veist, ég lærði félagssálfræði þegar ég var í sálfræði í háskólanum og þá var það sem ég veist áhugaverðast að fæ var félagssálfræði og hvernig við operatum þegar kemur að því að vera hluti af massa sko. Og mér svo aldrei fundist eftirsóknarvert að vera hluti af massan sko. Og þar á leiðandi er svo núna aftur talandi karakterinn Donald Trump en punkið er í Donald Trump ef þú ert að velja til tveggja valkosta hún er bara kerfið það er eitthvað punk í honum samt þú fílir ekki gæjan það er eitthvað punk í 100% sko og það að þú veist, sér það bara eitthvað þú fara eitthvað viðtal og rúf eða eitthvað og segja bara ég er harður Trumpari skilur bara ég er crazy Trumpari ég elska allt sem hann segir er snilt skilur það myndi ekki falla vel í fólk skilur þú veist, það myndi ekki falla vel í fólk, skilur, og það er úkslega fyndið, skilur, af því að það er náttúrulega kannski, og þetta er ekki mín skoðun, skilur, ég var ekki að segja hana, skilur, ég var bara að benda á að, þú veist, hvert ferðu með upplýsingarnar, skilur, hvar matchaðir, skilur, og hvar er sagt við þig, þetta er ekki rétt. Ég er bara áhugaverð að ef einhver myndi segja bara, ég er bara með plaggu þetta Kamala Harris upp á vegg og ég elska konuna, já, flott fyrir þig. Það myndi enginn ráðast á þig fyrir það. Nei, það er bara snillt. Alveg eins og í dag, þú veist, það er bara eitthvað get basic að elska bara eitthvað kommunista, skilur. Það er bara kommunismi, bara snilldar jafnréttis hugmyndafræði, skilur. Það er bara snillt þegar maður veit, skilur, hvað gerðist þannig, hvað Stalin og Lenin og hvað var í gangi, skilur. Maður svona hefur einhvern svona, já, þetta hefur verið eitthvað crazy dót í gangi að þeim, skilur, bara milljónir að drepast úr hungri, sko. En á sama tíma þá er það mjög viðurkennd skoðun í samfélaginu okkar og basic skoðun, bara að elska að vera kommunisti og vera sósíalisti og vilja í rauninni og ég var það sjálfur, skilur, þú veist, ég fílaði þessa vibrasjón á þessum tíma. Og það er bara gett viðkent bara getur verið gett venjulegur þjóðfélagsþegn sko það er mjög merkilegt sko það er bara heldur betur sko það er það sko hvað finnst þú að hafa lært mest af Carnivore tímabilinu að því nú er þetta verið að koma hálft ár hjá þér já, einmitt það sem ég mest lært á Carnivore tímabilinu er að hlusta á líkamann sko það er bara búið að vera ótrúlegt ferli að sitja eitthvað inn í líkamann sinn og finna hann svara bara já, takk takk, þetta er næs
ok, aðeins meira og hætti núna, skilur finna þessi tengsl. Hvað tók það langan tíma að ná þessum tengslum? Svona 3 mánuði, svona 2-3 mánuði, þá svona, og núna alltaf bara, ég komin bara í þetta, ok, ég byrjar að borða svona þorskalifur frá Akraborg, geggja sem við köpum svona til búið svona pati, það bara líka, að því að bara líka minn, ég bara eins og ólétt kona, bara kreifar eitthvað, skilja, hann bara kallar, bara fara til búið og ketið þorskalifur. Já, finnur það? Já, ég þarf það núna, skilja, ég þarf það sem í því, ég þarf það. Og ég er búin að vera að taka á móti svona skilaboðum frá líkamannum og það sem ég er svo rosalega þakklátur fyrir þetta ferli, hvernig Guð setti þetta upp fyrir mig að skuldbinda mig í 6 mánuði að gera þetta og fá þessi stórkostlegu íslensku fyrirtæki, kjötkompani og Greenfit með mér í þetta til þess að setja upp strúktúr í kringum þetta, þannig að það var ekki sens fyrir mig að bakka út, skilur, það var ekki sens að bakka út og það hefur verið ótrúlega gaman að vera inn í þessu einhvern veginn. Þetta er bara að gerast og maður er bara alveg surrenderaður inn í það. Maður er ekkert að pæla, er þetta rétt, er þetta rangt, er þetta gott, er þetta vont, skilur? Þetta er bara að gerast. Og ég bara held áfram og... Finnst þú ekki þurft að hafa þurft að mæta pörtum að sjálfu þér sem þú hafðir ekki mætt áður? Jú, klálega, sko. Alveg klálega, sko. Eins og við tölum áðan, sko, þú veist, það hvað þú situr ofan í líkamæðin, býr líkamæðin til. Það er eins og ég vissi það ekki alveg, sko. Ég var ekki alveg meðvitaður það, sko. Að bara, þú veist, frumunar í matnum, þú veist, matur og upplýsingar, þú setur hann inn í þig og hann býr til líkamæðin. Það er alveg crazy pæling, sko. Þú veist, það er bara nákvæmlega það sem er að gerast. Einhvern veginn lætur hugurum hans mann halda eitthvað annað, eins og það sé eitthvað annað. Og í því ferli einmitt, þá mætir þú rosalega miklu. Og það sem að hefur gerst mikið hjá mér er að ég hef afstíplast ótrúlega mikið, sko. Bara spennur og stíplur og togstreita og bara svona alls konar djöfulgangur í líkamanum á mér. Djöfulgangur? Já, bara eitthvað svona bara eitthvað sem ég er búin að vera ríkhaldi í, kannski bara fræða barn, skilur. Ég veit ekki hvað þetta er, það er hægt að kalla þetta áföll, það er hægt að kalla þetta hvað sem þú vilt, sko. Það er eitthvað stíplur í líkamanum, bara þú ítir á líkamanum og þetta er vont, skilur. Það hefur verið bara flóðgáttinnar hafa verið að opnast þar, sko. Og ég er alveg í rosalegu ferli að frelsa það út og ég mun vera í því í mörg ár enn, sko. Ok, ekki mörg ár, gef mér 1 ár. Það er 1 ár enn. Ég har 1 ár enn alveg til þess að ná alltaf þessari streitu út, sko, og alltaf þessari spennu út sem að ég bara hafi verið að geyma í mér. Og sem betur fer er líka mér þannig að hann verndar þig. Þú veist, þú getur ekki snappa allt út í einu, þú myndir bara brotna. Líka mér myndir bara brotna, þú myndir bara fótbrotna eða bara mjálmabrotna eða hvað sem er. Hann deilir, þú tekur alltaf út smá á hverjum einu sem deg, skilur. Og það er ferlið sem að Carnivore setja stað hjá mér, sko. Hefur þú upplifað það því að, sko, það kemur svo sterkt í mig, ég er búin að tala svolítið um psychedelics hérna, að það er sem ég finn þegar ég er að nota það núna. Þú veist, hvort sem ég tek sveppi eða tala ekki tek kannski sveppi og smá MDMA, eitthvað svoleiðis, að þá finnst mér ég komast inn í þessa fyrirstöður. Já. Ég hef verið að nota þetta þannig að ég byrja að hlusta á líkamann bara. Svo allt í einu finn ég, það er eitthvað hérna hægra megin í maganum. Hvað er þetta? Búff, allt í einu kemur minning. Já. Og svo, kemur bara skýr minning. Stundum kemur skýr minning. Og sterkasta dæmið þetta, og ef ég fer eitthvað tíðan að vinna með psychedelics og aðstofa fólk, þá myndi ég alltaf vinna með þetta svona, því ég er bara persónulega reynslaði núna og svona eiginlega
fyrsta ferðalagi sem ég fór í svona var í sumar, út í Zanzibar, þá leið mér fyrst, sko, þegar ég að fara að leggjast, ég að fara í rof, nú ég bara að fara í geðrof, sko, þetta bara, að því að sitja það mikið með sjálfur sér, að manni bara líður eins og þetta verði óbærilegt, og þá bara, nei, inn í líkamann, hlusta, ok, þá kemur ykkur svaka fyrir það, og svo finnum maður bara, búf, allt í hennu fer hún, og svo fyrir næsta, og svo allt í hennu ertu bara, þú veist, allt í hennu liggur bara, og þú ert ekki líkamann. Þú ert bara vitund, full vitund og ég myndi segja að kærasta mín hafi hjálpað mér, sko, að því hún náttúrulega með þetta feminine power sem að almennt konur hafa meiri aðgengi að heldur en við og hún mjög hrein og mér leiði þess að hún væri að channela í gegnum sig, ég náttúrulega þarna, hún frá Afríku, ég út í náttúrunni í Afríku og í gegnum hana fæ ég bara tækifæri til þess að fara í gegnum orkustöðarna mínar og liggja bara í hylki og þá það þetta bara, líka minn að geyma þetta allt, líka minn bæði að geyma áföllin og allar þessar fyrirstöður og það sem þú kallaði djöfulgang, að vel orðað. En á baku það síðan allt sem og hefur verið. Já, bara shakti, sko. Og það svona, bara, það grín, bara, þetta snýst ekki núna að safna fleiri upplýsingum, þetta snýst að byrja að muna. Já, þetta snýst að sleppa út, sko. Þetta snýst ekki að leita að ást, þetta snýst að leita að því sem að stoppa þig frá ástinni, sko. Nákvæmlega. Þetta snýst að nálgast það og sækja það og treysta líkamannum og Guði til þess að taka það út og hægt og rólega, af því að eitt sem ég fattaði bara að það verið að vernda mann með því að þú ferð ekki allt í einu. Ef þú myndir fá þetta allt í einu, orku höggið væri bara það mikið að þú myndir lamast eða deyja, skilur. Og þess vegna gerist þetta hægt og rólega. Þess vegna þarf maður að vera svo ótrúlega konsistent. Þess vegna þurfti ég að taka 6 mánuði á karnivor til þess að halda sér í þessar orku, halda þér í þessu ferli og leyfa líkamanum að vinna, gefa honum tíma. Eitt sem ég heyrði sem var svo rosalegt daginn sem að setja svo mikið í mér, sem að Gunnar Jörgen, vinur minn, sagði mér að bara þessi pæling að allt tekur svona langan tíma hjá manninum. Þess vegna erum við lifandi svo lengi. Þess vegna erum við í 90 ár. Allavega. Annars væru við bara svo 100 kettir í ykkur 7 ár. Augljóslega tekur allt það góða, tekur svo ótrúlega langan tíma af því að mannsæfin þess vegna mannsæfin svona löng, skilur, til þess að leyfa okkur að vera inn í þessu ferli, skilur, og þá það bara að njóta þess að vera í þessu ferli og þú veist það sem í gangi á mér með þetta karnivordót og með bara svona svolítið endurheimt á heilsunni og að mæta inn í sjálfa mig og samþykja mig bara fullkomlega á róttækan hátt eins og ég skilur, hætta að reyna að vera eitthvað sem ég ekki, skilur. Það bara ferli sem maður í á hverjum einasta degi, sko, og nýtir bara hvert einasta tækifæri sem gefst, sem að virðist kannski vera ásökun, ekki ásökun, áskorun, eða vandamál, eða hvað sem og bara á takk. Hvað með þetta? Meira, please. Sérð þú þetta, sko, því ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessu, divine masculine og divine feminine, og divine feminine allowing. Bara allowing, og þetta sem þú ert að lýsa svolítið allowing og því meira sem þú ferði allowing og losar stíflurnar, losar orkustöðunar því betri verður þú síðan í að execúta þegar það þarf sem maskulin orkan, það að gera, sko. Og á einhvern hátt langar okkur að verða heilar manneskjur þar sem við erum að ná hvoru tveggja inn en allavega svo ég tali fyrir mig að þá ég búin að vera svo lengi í maskulin orkunni. Þú veist, það bara afkoma óttin, ég þarf að vera að gera, ég þarf að gera meira. Við komum frá landi þar sem að, ég meina, lífsskilyrðin, þau hafa verið mjög hörð, mjög hörð. Og ég vil meina að við séum núna að byrja í úrvinnslu og generational trauma sem hefur haft með þetta að gera. Þú veist, maður einhvers staðar nýr í Afríku, einhvers staðar og jú, okkur var kennt, þau eiga það svo bágt og það svo hræðilegt hjá þeim og þú veist, mér eins og kærasta mín sagði við mig fljótlega eftir ég kynntist, sagði bara Gaur, sko, ég alveg að horfa á Vesturlönd þeir að drepa ykkur streitu, þeir að drepa ykkur offitu, þeir eru obsessið við hver að klappa ykkur rassi fyrir 10 árum ég ekkert til með því að það að vorkja nokkur, sko. Nei, nákvæmlega. Og þá þetta bara, við erum að koma úr svo hörðum aðstæðum sem þetta svona einhvern veginn, þú veist, það svolítið svona þetta að gera meira og bara ef ég ger ekki þá dey ég og það svona finnst mér að svo í Íslands samfélag núna
aftur, fyrst og fremst bara maður að tala fyrir sjálfa sig, það sem ég þarf og svo kannski það eitthvað sem aðrir þurfa að halda líka, bara meira allowing og hleypa meira af þessari divine feminine orku inn sem að treysta ferlinu, sko. Já, 100% sko, og finna einmitt sko jafnvægi þarna á milli sko, bara being og doing sko, að treysta því einmitt sko, þú veist það sem að hjálpa mér mjög mikið bara það að hleypa þessu sröndir inn í það hjálpa mann í aksjónu, skilur. Algjörlega. Af því að þú veist, ég er rosa aksjóndrifin, skilur, ég er með rosa mikið purpose í því að framkvæma og koma hlutum í verk og búa til og hringja símtöl og senda message og láta dót gerast. Ég fæ bara ógeðslega mikið út í, sko. En til þess að gera það á skilvirkan hátt þarf maður að huglega og þarf líka bara að vera út að labba með engin AirPods, skilur. Einmitt. Og leyfa því líka að gerast, sko. Maður þarf þetta jafnvægi, sko. Það er bara ekki spurning, sko. Og einmitt, og akkurat, og góð nálgun á það að hugsa þetta sem svona feminin og maskulin, sko. Já, mikið velt þessu fyrir mér, sko. Og þetta hefur komið til mín einmitt bara svona þetta og þessi, þú veist, við erum búin að búa í, að því við höfum aðeins talað Íslands samfélag, sko, að þetta er svo sem á Vesturlöndum öllum, við erum búin að fara ekki tímabili sem við vorum að reyna að selja okkur að konur og kallar séu eins. Einmitt. Ég ætla bara að kalla bullshit og það er bara rámt, sko. Einmitt. Það er til mjög feminin kallmenn og það er til mjög maskulin konur, en að jafnaði eru við bara mjög ólík og við eigum að leyfa okkur að vera í essensinum okkar. Og þannig styrkjum við hvort annað, sko. Og ég meina, það var nú sín tíma að tala dálítið mikið Andrew Tate sem, rosa vondan gaur og aftur bara ekki að leggja blessunum minni við karakterinn Andrew Tate. En ég hlusta á langt viðtalum þar sem hann verið að tala bara þetta, þú veist það bara, það að vera maður, bara töff. Þú ert bara að díla við hennar maskulin heim, hennar 3D heim sem er bara stundum fucking leiðilegt og töff og ógeðslegt en þú vilt bara vernda konuna þína frá þessu eins mikið þú getur þannig að þú getur síðan komið heim og hún getur hlaðið þig af því hún er búin að vera í feminin orkunni sinni nurturing orku þú veist, ég veit ekki, ég sé þetta bara í sambandinu mín að ef mér langar að vera betri maður, þá langar bara ef ég er einhvern veginn farin að setja það á konuna mína, herri, já, þú þarft nú að fara að nút og vera þéna meira, þú þarft nú að fara að nút og vera þá er ég bara að taka besta essensin úr henni, sko. Sorry. Já, það er náttúrulega bara rosalega misjæmt eftir fólki hver tilgangurinn er, sko. Og það er eflaust, sko, fullt af konum sem voru settar á jörðina til þess að dominita. Absolutt. Kristún Frosta, algjörlega. Hún var sett á jörðina til þess að dominita kall, skilur, og sigra þennan karllega maskulin pólitíska heim. Og það er bara ótrúlega mismunandi eftir fólki, sko. Og það sem er svo fallegt þegar fólk fær að stíga inn í sjálft sig og fær rými til þess að bara, já, þetta er mín eðlislega orka, hérna nærist ég, hérna get ég gert hlutina eftir mínu eigin höfði. En í það sem hefur verið í gangi í okkar samfélagi, ég myndi svo að segja að það sé verið að selja okkur, þetta sé allt eins og eitthvað, þá höfum við svolítið verið að hlusta á, sko, fólk sem að móralísera og segja þetta er rétt, þetta er rangt, þetta er gott, þetta er vont og að hlusta á það daginn út og daginn inn einhver svona skilaboð það og þá verður þau bara get confused og endar á því að vita ekkert. Vil ég fara út í heim og sigra eða vil ég fara í stofna bóndabæ og fá að vera í friði, skilur? Hvað vil ég, skilur? Veit það ekki, af því að þú hlustar ekki, skilur. En þú hlustar á einhvern annan og sem er að segja þér, já, út af því að þú ert karl, þá er þetta svona, og út af því að þú ert kona, þá er þetta svona, skilur. Þetta er bara, það er allur gangur á þessu, sko, og hver og einn fær svörin hjá sjálfum sér, sko. Og allt eins fyrir alla alltaf, þú veist, eins og núna, ég horfa þetta bara eins og árstíðinar, þú veist, nú ert þú búin að vera að prófa karnivor. Það er greinilega búið að gera geggjaða hluti fyrir þig, hreinsa líkamæn. En svo myndir svo kannski fattar þú, nú er þeirri árstíð lokið. Næsta árstíð er kannski að setja ávexti inn og en ég held áfram að vera í hreinu fæði. Þannig að
Sölvi þarf kannski 1 ár að vera pínuð innan gæsalappi í bóndabænum til þess að laða sig. Nákvæmlega. Þannig að hann geti næsta ár farið út og konkurrað, Nákvæmlega. Og við höfum að hlusta á innsæði okkar. Nákvæmlega. Þetta ekki eins fyrir alla alltaf. Nei. Þetta ótrúlega dulafullt, sko. Þú veist, stundum, vil ég vera að kaupa með föt og stundum vil ég bara vera að henda þeim, sko. Ég vil ekki sjá þetta, sko. Þetta alveg eins og stundum, þetta alltaf hann hjá mér. Ég safna hári og síðan bara verð ég að snúa mig. Skilur, ég verð. Það bara eitthvað svona, já, ég þarf að gera. Og það bara alveg eins með allt þetta, sko. Það bara, það tími fyrir allt, sko. Hvað með þetta sem hún nefndir á með þorsklífurna? Því að mér bara svona áhugavert að elda aðeins þann punkt með þetta, í þessum dópamín drifna heimi og dópamín drifna samfélagi sem við erum í, þá sko framheilin vill bara, ég þarf að gera þetta til að þjána mér að gera þetta. Já. En ég hef upplifað tímabil þar sem að ef ég byrja að elda innan gæsalappa the subtle signs, bara ég að fá eitthvað pínlítið download sem segir mér ég að gera þetta. Já. Það meikar engan sens kannski akkur ég ætti að gera það, en það eitthvað sem segir mér ég á að elda það. Og það geti verið bara, í dag á ég að forgámsraði þannig að ég tek kaffibolla með þessum. Já. Hann þarf kannski á mér að halda. Einmitt. Ég ekkert að fá út úr í og þá einhvern veginn byrjar alheimur að vinna með þér. Já. Og það byrjar að koma meira synchronicity og allt þetta. Þannig að upplifur núna að segja að þú sett að hlusta það vel á líkamann, hann segir þá fór þorsklífur og þá veist að það er mikilvægt að elda. Já, það er mín upplifun á þessu karnivórdóti, sko. Ég hef tengst því, sko, og íslenskt lambakjött, líka maður bara kallar á það, bara faður íslenskt lambakjött. Bara það ég verð aldrei nautakjött, stundum, ég fæ ógeð á því, sko. Fitun á ribbæ, maður fær alveg svona, skilur, það er svona, það er ekki næs, sko. Ertu búin að vera bara í vatni, kjöti, salt og pipar? Já. Ekki kaffi eða? Jú, kaffi, já. Kaffi? Já. Eitthvað meira? Ja. Nei. Eggjum og ég hef verið að borða smjör og síðan hef ég líka prófað einhverja osta. Finnur mikið mun að því að þú nefnilega kjötið, það er fróðlegt fyrir mig forveitna, sko, finnur mikið mun eftir einmitt hvernig kjöta er? Já, og ég hef bara verið svo blessunilega heppinn að vera með hennan spons frá kjötkompaníinu. Þannig að ég er bara að borða príma, bara það besta. Ég er bara besta kjöt sem við getum komist í, sko. Þetta er svo geggjað prógram hjá þeim. Sem dæmi, ég var í Ítalíu núna síðustu viku, 5 daga, og ég tók með mig kjöt frá kjötkompaníinu og eldaði í Airbnb-inu, en ekki fyrir alla máltíðnar, það hefur bara alltaf mikið vesen. Nei, flugið er ekki það langt, það hefur sloppið að vera með það. Já, þetta er bara 4 tímar eða eitthvað, og úti í Ítalíu, þá var oftast einfaldast fyrir mig, sem er borða bara kjöt og mjölkur, að fara bara á McDonald's. Einmitt. Af því að þar þarf ég ekki að tala manneskju, skilurðu? Þar þarf ég ekki að, geti bara pantað á skjánum, bara tekið brauðið í burt, tekið kálið í burt, tekið allt í burt, skilurðu, og fæ bara kjötið. Og þarna var ég í borðaði McDonald's, kannski svona 4-5 sinnum eða eitthvað, yfir tíman. Alltaf eitthvað svona alltaf með þetta orkulega óbragð í myndinum að fara hann inn, og eftir að borða þetta rosalega guðdómlega kjöt frá kjötkompaníinu og skipti yfir í McDonald's, fann bara hnullungar í maðurum á mér, sko, og bara hæðirnar hræðilegar. Einmitt. Og bara orkustíð er ömurlegt og þetta er alltaf bara low vibration. Já, þetta er bara, ég fætti það bara, þetta er ömurlegur matur fyrir ömurlegt fólk. Því miður, skilur. Sammála. Það er bara sem þetta er, það er bara að vera að eitra fyrir fólkinu, skilur. Sammála. Og þetta er ömurlegur matur fyrir ömurlegt fólk versus, sko, kjötkompaní kjötið mitt, guðdómlegur matur fyrir guðdómlegt fólk, skilur. Þú bara finnir það, þú bara nærist, þú bara setur þetta inn í þig og bara, wow. Og maður finnur svona sinn takt, eins og ég er bara þannig sérstaklega að mér finnst hakk eiginlega bara betur en steikur, sko. Hakk er bara eitthvað sálufélaga maturinn minn, sko. Ég veit ekki hvað er. Ég bara, eitthvað við áferðina, hvernig maður steikið það og hvernig það er ferskt, skilurðu, og að borða það, ég fíla að borða með skeið, skilurðu, það er sveitamaðurinn í mér, skilurðu, þú veist. Og hakk er bara eitthvað sem að ég bara mun aldrei hætta að borða, sko. Og ég er svo spenntur að klára þetta karnivórdót núna en halda áfram að
borða hakkið, sko. Þannig að... Við erum pælt í, að það sem kemur til mér núna þar að tala þetta sko að við séum með í raun og veru 3 líkama. Það the physical body, emotional body og spiritual body. Og allur okkar fókus á the physical body, eðlilega, því það það sem mest dense að þessu öllu saman. Og nú þú að hreinsa hann rosa mikið. Og þá myndi ég svona, það sem hefur komið til bara í innsæi mitt einmitt að mega mikinn sens að vera carnivore til þess að hreinsa physical líkamann og jafnvel, þú veist, styrkja frumurnar og þú veist, bara vöðvana og alls konar. En talandi þessar árstíðir, sko. Já. Og þá líka með Ísland, það kannski svona aðeins að því við erum með svolítið svona harðar aðstæður hér, rétt að borða dense mat, það kalt og allt þetta. En þegar ég hef verið eitthvað stær nálægt miðbaug og ég hlustaði á podcastið mitt niður á Zanzibar í sumar að gæði sem heitir Aron Abki sem búin að kynna sér mjög mikið boðskap Jesú og hvernig hann hefur verið afbakaður og hann á því sem hann kallar the Joshua diet sem segir að Jesú hafi verið talað að borða, þú veist, grænmeti, ávexti og afurðir af dýrum. Já. Hunang, mjólk. Já. Mögulega ost og annað slíkt. Og hann hefur sagt, það var sagt, við eigum ekki að borða bræður okkur og systur, sem þá dýrin, en, þú veist, og við þurfum að hleypa englunum inn, og þú veist, og þá séu bara í vatninu í ferskum ávexti, séu bara ákveðinu hluti sem næra frumuna þinnar. En maður væri í veðuraðstæðum sem væri öðruvísi, þá myndi þetta mataræði kannski mega mikið sens. Og jafnvel mitt, þú veist, áhugavert fyrir þig að skoða eins hvort að þú veist ef þú nærðir að komast í hágæða ávexti og grænmeti, hvort að þú veist bara vatnið í ávextunum sé eitthvað sem þú ert kannski ekki búin að fá á kjötinu. Og það getur verið að vökva your spiritual body, sko. Akkurat. Já, nákvæmlega. Og því þú ert að tala bara McDonald's, þá segir bara, ok, eitt þú veist, jú, physical body segir það ekki kolvetni í þessu, þannig að þú heldur á sem í ketósu, en vá, þetta er lágtíðni fæða, versus þegar ég út á Zanzibar og maður bara með eitthvað mango sem bara kom að trénu, og ég bara finnir ég það bara, þetta að vökva líkamann á mér, þetta að næra mig, og þessum einmitt svo áhugavert, við erum alltaf áttum smá spjall í gær í grúpun okkar þú veist, þar sem að vegan og carnivore, sko, að þú veist, ég meina ef að fólk að taka út aukaefni, sykur og rusl þá, þú veist, þegar fólk að rífast en í raun og veru ef að báðir aðalar að borða lausir við aukaefni, sykur bólgumyndandi fæðu þá eru bara báðir aðalar að gera sér hraustari og heilbrigðari, sko. Já, alltaf, sko. Og báðir aðalar þurfa að vera agaðir. Já, báðir aðalar þurfa bara að taka einhverjum svona ákvörðun sem að riðlar hversdagslega lífinu, sko. Það svo, þú veist, það svo venjulegt fyrir fólk, það svo félagslegt að hitti vinninni í lunch, skilurðu, og þú bara ferði í mat með fjölskyldunniðinni og það einhver vill þetta og alltaf vera að mætast einhver staðar í miðunni, skilurðu, til þess að gera þetta, skilurðu, gera þetta carnivore dót í 6 mánuði, skilurðu, þú þarft alveg að vera pínu crazy, sko, eða þú þarft alveg að hvolfa lífinu þínu svolítið mikið, sko. Já, ég man þegar að þú fórst í eitthvað viðtal til að tala þetta, hann var í sumar, þegar ég var að það á Zanzibar, svo voru eitthvað sérfræðingur sem fór að drulla eitthvað yfir þetta. Ég verði að skrifa smá pistil núna, sko. Því ég sagði bara, nú situr ég fyrir frá mig, ég er búin að gera því næstu í 8 ár og eina sem ég bara veit að þú ert búin að þurfa að vera að mæta sjálfu þér. Og ég veit að þú ert búin að vera að styrkja sjálfsmyndina þína með því að standa við eitthvað sem erfitt að standa við. Það bara eitthvað sem flest gera aldrei á ævinni. Og við eigum bara, þú veist, klappa fyrir fólk sem fer í þá vegferð. Akkurat. Já, bara takk fyrir það, sko. Og það sem ég hef reynt bara alveg frá byrjun, sko, í öllu þessu, að því að ég hef búin að vera að segja frá þessu á samfélagsmiðlum og á alls konar öðrum stöðum. Það hef alltaf verið missjóni að ég er ekki að boða þennan boðskap, sko. Ég er ekki að segja að þetta er gott fyrir þig, þetta er betra fyrir þig út af þessu, skilurðu. Af því að ég bara er ekki með þau gögn, sko. Og ég er ekki að lesa 1000 bækur þetta, sko. Þetta er ekki aðaláhugamál mitt, sko. Ég er að lesa bækur allt annað, sko. Þú veist, ég hef ekki áhuga á eitthvað svona geðveikt dítilum, smáandrum næringu og hvernig það fer í
líkamæðin og hvernig þú meltir þetta allt, ég ekkert að pæla í því, sko. Þú veist, ég bara að pæla, ok, gott, já, matur, góður, inn í mig, já, skilur. Ég myndi alltaf segja, sko, ef það sætu núna 5 læknar eða sérfræðingar þar frá, þá myndi ég segja, já, ok. Skoðu þetta hylki sem við erum í hérna og hvað það hannað fyrir. Hvort haldið það sé líklegra að þetta hylki taki vel á móti hreinu, góðu kjöti eða mat sem í pökkum og stendur best fyrir 2027 febrúar. Já, ég veit. Ég þarf ekki að lesa hérna bók til þess að vita hvort satt. Það skýrt, sko, en það sem að, sko, eins og hann heitir Paul Saladino, þekkir hann eitthvað, læknir. Finnst þess að ég hef heyrt nafn? Hann er svona animal-based carnivore. Hann var carnivore einu sinni og er núna svona animal-based. Hann borðar, þú veist, ávexti og svona seasonal býringstarðan í Costa Rica, eitthvað tífiskur, þannig skilur eitthvað fucking ferskur að því, sko. Og hann er læknir og hann er með podcast og hann er reisastór á Instagram og hann er einhvern veginn allur í þessum og hann sagði eitt sem að, úst, hann er bara menntaður læknir og hann segir eitt, þú veist, ástæðan af hverju læknar takit ekki inn í myndina, skilur, af hverju læknar eru svona mikið á móti, af hverju læknar og næringafræðingarnir fóru eftir mér, skilur, þú veist, það er bara að námskráin, hann lærði lækni sjálfur og námskráin í Bandaríkjunum, þú lærir alla þessa læknisfræði, aldrei talaði mat, ekki neinstaðar í kurrikuluminu, þá bara gerur það og þú ert bara í læknanáminuðinu að borða vondan mat í kaffeteríunni, skilur, að lifa venjulegu lífi og til þess að það myndi breytast, þá myndi þau þurfa að breyta kaffeteríunni, skilur, og þá myndi þau þurfa að breyta öllum kultúrnum og þá myndi þau þurfa að mæta sjálfan sér og gangast við einhverju, þannig að það er bara svona segir hann, risa denial þetta í allri læknastjettinni og í öllu læknanáminu, bara einfallega út af þessari staðrind, út af kaffeteríunni í læknanáminu, skilur við. Bara rétt, sko. Og það er alveg feit pæling, sko. Já, ég meina, hugsa, ferðin inn á bráðamóttöku eitthvað og matur og svo getur náði sko kók og KitKat úr sjálfsalun. Já, akkurat. Það er alveg crazy, sko. Það er crazy og aftur talandi það sem við töluðum á þann að vil ég ekki vera að setja fókusin á það sem er að eða setja fókusin á það út en það er samt aftur bara ef ég ætti að standa eitthvað staðar fyrir framan einhvern og segja bara hvað er það mikið, það talandi Robert Kennedy, hann sé núna að vera þú veist, það sem er búið að gerast í matvæleiðina, þetta er glæpur gegn mannkyni. Já, þetta er rosalegt. Við erum öll í einni risastóri dálist, sko. Já, maður þarf að það er það versta er bara að þú pælir í eins og, sko, því ég hef alveg farið djúpt onni í þessa kannuhólu og þú veist, það meiri segja að þú færir í, þú veist, bara gremmetu á þess bara er þetta fokkin grínast með þetta glæfaseit-dót sem er búið að spreyja út allt og það í raun og veru sko bara tekur ljósið úr næringun og þar alveg ljósið úr frumunum okkar, sko. Og nú er verið að tala með að, þú veist, að þetta sé að koma eitthvað inn í Evrópu, sko. Og það er bara, nei, þú veist, við verðum bara, nú verðum að segja stopp, sko. Hinga á ekki lengra. Sko, því að, þú veist, ég held að það, ef við myndum vilja raunverulega breyta Íslandi, þá breytum við því með því að breyta heilsun okkar, sko. Þú veist, hef þessi þjóð myndi bara ef allir tækju ábyrgð á sjálfum sér að verða heilbrigðari dag frá degi, ég held bara að myndi eiginlega öll okkar vandamál byrja að leysast. Heilbrigð manneskja er ekki að rífast og berjast, sko. Hún er ekki að gera það, sko. Hún er bara að byggja upp. Hún er bara að gangast við sínum tilgangi og búa til það sem að Guð vill að hún búi til og veita það þjónustu sem að Guð vill að hún veiti, sko. Þannig bara verður þetta, skilur, þegar að þú leifir því að gerast, sko. Þannig, en það er bara alls konar myrkra öfl sem að halda okkur frá því, sko. Hvað myndir að segja ég var að taka annan þátt með honum Gunnlaugi vin okkar, stjörnuspekingi. Já. Mikill meistari. Já. Og hann kom með punkt sem er svo góður, sem er að, sko, þú veist, þú erum alltaf að bíða eftir að kerfin hrynji einhvern tímann, sem bara þau eru hrunnin. Já. Menn ef þú ringir og ætlar að fá tíma í heimilislækni, þú farið tíma eftir 3,5 mánuði, sko. Já. Ef þú ætlar að fara inn á bráðamóttöku, þú ert að bíða 8 tíma í andrinu. Einmitt. Skilur, nú er ég búin að reyja eitthvað útlendingastofnun í gengum kæristunni, tekur stofnunina 10 mánuði að vinna eina einfalda umsókn, skilur. Og hann, þú veist, og þá er þetta, erum við bara að stíga núna inn í tímabil þar sem við verðum bara að fara í sjálfsábyrgð. Því kerfin eru að hætta að virka fyrir okkur.
sem á einhvern nátt bara, þó það geta alveg verið töff, þá það jákvætt. Það geggjað, sko. Það geggjað og ég elska þessar pælingar hjá Gunnlaugi, sko, að núna erum við að stíga inn í öld einstaklingsins, sko. Og eins og búið að gerast í Bandaríkjunum, eins og vorum að tala skilur við. Og eins og mun vonandi bara fara að gerast meira og meira hérna á Íslandi, sko. Það sem við fáum bara svona sterka og öfluga leiðtoga sem að geta talað við fólkið og mætti í einhverju mildi og mætti í róleitum og það þarf ekki að vera þessi lágatíðni, það þarf ekki að vera þessi neikvæðni, skilur við. Og við fáum bara einhverju svona snillta leiðtoga, sko, sem eru tengdir sér ekki egóin sínu, sko. Sem eru bara tengdir sér í kjarnanum, sko. Þú veist, einmitt fólk eins og Gunnlaugur og Guðni Gunnars og Óli Stef og Haraldur Erlendsson og Héðinn Unnsteinsson og hún Guðrún Bergmann sem þú segir mér frá. Þú ert að fá henni í podcastið. Já, ég er spenntur að tjekka betur á henni, sko, og þú veist, og Sara María upp í Eden, skilur þú veist, svona alvöru leiðtogar sem að, þú veist, eru tengdir sér í kjarnanum, sko. Og já, gott, hvað gaman að nota hennan vettvang til að tala vel fólk. Já. Vel fólk sem að gera góða hluti. Því nú veit ég að þú ert búin að kynna Söru-Mari og ég hringdi hann daginn og þú barst í tal, sko, við töluðum svo vel þig. Já, einmitt. Og hún, Sara-Mari, á skilið bara mjög mikið kredit fyrir sína vinnu. Já, hún er rosa powerful. Já, það er öflug kona, sko. Já, hún er rosa mikið snillingur, sko, og að bara veita samfélaginu mjög mikilvæg og merkilega þjónustu, sko. Algjörlega. Bara alveg svona, þú veist, keep your virtues to yourself, þjónustu, sko. Bara svona fullkomlega, bara að því að þarna er bara manneskja sem að surrendera inn í sitt hlutverk, sko. Sem að er svo fallegt. Þegar fólk gerir það, sko. Það skilur bara, já, þetta er mín leið til þess að hafa áhrif, skilur. Til þess að veita þjónustu. Til þess að búa eitthvað til, skilur. Ég hef hugsaði, sko, þegar ég hef verið að fá þetta stjórnmálafólk hérna inn, sko, inn í þetta rými sem við sitjum í hérna, sko, og ég er alveg búin að fara í nokkur sækadælik ferðalög inn í þessu rými. Og ég finn þegar þau koma hérna inn, að það er svona hægist á þeim. Og ég var að hugsa, sko, gæti eitt af mínu hlutur, sko, verið mitt bara vinna aðeins með þessu fólki, sko. Ekki taka viðtal við það. Já. 100%, sko. 100%, sko. En þá spyr maður sér, sko, er einhver í þessu mengi sem að vill það? Góðs punktur, en það er nefnilega það sem ég finn. Þú veist, ég satt hérna með Þorgerði Katrínu daginn, þú veist, við fjallumst í faðma eftir viðtalið og það fjallu tár, sko. Ég fann bara mennskuna, sko. Mikla mennsku og ég er búin að finna þessa mennsku í Kristrúnu. Ég fann það í Bjarna þegar hann kom inn og kemur inn og fyrsta sem hann segir hérna, já, heyrðu, og ég fara úr jakkan. Já, það var kannski taka bindi líka. Og ég svolítið bara situr Bjarni Benninur fram og bara, þú veist, fekk að slaka aðeins á, skilur. Og svo var ég reyndar aðeins að sparra við hann, talandum og Sigmundur Davíð líka, sko. Ég upplifði bara hlýju í garð alls þessar fólk, sko. Já. Þetta er bara saklaust fólk sem er bara að reyna að gera það sem þau halda þessi best, sko. Og hafa verið kölluð í þetta að vera opinbera personur og einhverju leiðtogar og þá er bara eins gott að, sko, styðja það í því, skilur, frekar en að vera alltaf eitthvað að þau eru að vera að drulla yfir þetta fólk, skilur, þú veist, frekar bara að sína þeim stuðning, bara hey shit, þú veist, já, ég skil alveg hvað ertu að gera, sko, að því að við erum bara eitthvað pínlítil eiga, sko, og það væri best fyrir okkur að vinna saman, sko. Já, eins og þú nefndir þarna þegar þú varst hjá Frosten daginn með búa til stemningu hérna. Já. Setta alþingi á þingvelli og bara peppið upp. Þetta er bara frábæra hugmynd. Já, manifesta Ísland sem alþjóðlega miðstöð frelsis, fegurðar og friðar. Það er ekkert sem að stoppar okkur frá því. Það er bara spurning að taka ákvörðun það. Það vantar bara einhvern visionær inn í þennan heim sem hefur áhuga á þessum pælingum, skilur við, sem að skilur ráðuneyti, stjórnsýslu, bara á fattar svampið, skilur, talar þetta tungumál. Fáum einhvern snilling þangað inn sem að er alvöru leiðtogi og er bara þorir, skilur, þorir að segja bara, hey, gerum Ísland að ríkasta land í heimi. Akkur getur ekki gert það? Nákvæmlega. Við næstu það, skilur,
þú veist, við höfum alltaf þessu orku, við höfum alltaf þetta hugvit, skilur, við höfum rosa mikið powerina. Ég held að hluta því að talandi að Ísland sé tilbúið í það og talandi þetta sem þú ert að gera með líkamann á þér, ef við förum úr mikró yfir í makró, að ég held að næsta skref á Íslandi sé að vinna úr generational trauman okkar. Já. Það mjög mikið af fólki að vinnu í sjálfu sér sem að hjálpa til við að vinna á kollektífa generational traumanu út af því að þetta að fara í að það að vera visioner og hugsa fram í tíman. Við erum að koma úr aðstæðum þar sem að fólk gat ekki predikta veðrið einn dag fram í tíman. Nei. Og það þurfti bara að safna dóti til að lifa veturinn. Þannig ef við gefum okkur smá mildi og segjum við erum að koma þaðan, en núna sjáum við að grunnþörfunum okkar mætt. Já. Við þurfum ekki lengur að vera í tráman okkar. Við þurfum ekki lengur að vera að stýra landinu þannig að bara að reddi svo hérna fyrir næstu viku, mestalagi fyrir næsta kjörtímabil. Nei, bara, eigum við að setjast niður að teikniborðinu, skópla gömlum hlutum út og segja bara hvert erum við að fara núna. Já. Og við getum fara að búa til eitthvað vision. Já. Það væri óskandi að þetta væri það sem að brynni helst á fólki núna í komandi kosningum. Það verður gaman að sjá og ég meina það verður gaman að Snorri verður ráðherra. Já, það verður flott. Það væri geggjað, ég meina ég ætla að kjósa með flokkinn og ég ætla að trúa á það að þarna sé eitthvað svona eitthvað ferskt og nýtt sko, þannig að þetta hafa einhver áhrif til góðs sko. Algjörlega. Það væri mjög gaman að hafa einhverjum að breyta skólakerfinu og þú veist, koma inn sjálfstekkingu, skilurðu, alls konar sem væri mjög gaman að gera hérna á þessu landi, þú veist, gera Íslanda bara einhverju tækni paradís, skilurðu, bara hvað það sem að bjarga okkur frá fátæktinni og sársaukanum, tækni, það var ekkert annað, þetta bara tækni, allt í hennu ljós, allt í hennu bílar, allt í hennu flugvélar, skilurðu, allt í hennu hlýja, skilurðu, þetta bara tækni og við höfum ekki verið hrædd við tækni, sko. Við bara segja, wow, ok, við trúum á darwinisma, við trúum á einhverjum þróun mannsins, eitthvað, akkur eru við sá á móti tækni þróun, skilur, það líka bara eitthvað sem að gerast, skilur, og við þurfum bara að áfram og við þurfum að afreglubæða, skilur, við þurfum, það sem að Elon að fara að gera núna í Bandaríkjunum sem svo ótrúlega spennandi, afreglubæða, hætta þessum bremsum, skilur, bara, hausum fyrst, skilur kemur þetta í gang. Svarthólið í ríkiskassanum, hvernig það að fara, þú veist, það bara svona, þú ert að byggja eitthvað hús og þá þarf eitthvað fólk á launum frá skattgreiðendum til þess að segja þér og þú meir ekki byggja vegginn svona. Já. Sorry, bara ef að hætta þessu, sko. Það þarf algjörlega að bara burt með þessar regluvæðingu, sko, því að maður talar og þetta bara byggt á svona minni persónulegu reynslu og fólk sem ég hef talað út í samfélaginu sem að skapa verðmæti og að búa til vinnur og búa til hluti og þau segja öll bara að einu vandamálið bara díla við ríkið, sko. Díla við báknið, sko. Algjörlega. Díla við þessa regluvæðingu og díla við bara sökkar og lágar víbrur, sko. Já. Þannig að það væri óskandi. Ég veit ekki alveg hvaða flokkur að fara að gera, sko, af því að þú veist, maður tekur kosningapróf og í þessum pælingum og þá kemur sjálfstæðisflokkurinn upp, skilur, sem svona, já, þau eru með þessar hugmyndir, skilur, þau vilja einhverju svona Milei stemmingu, skilur, þú veist. Verkin tala... En þau sína það ekki í verki. Þetta eru kommunistar í verki, skilur. Þeir hafa bara blásið út, þeir eru búin að vera að stjórna landinu hérna öll þessi ár og samt eru við svona, sko. Þannig að það væri mjög gaman að sjá eitthvað nýtt og ferskt þarna, sko. Ég held að muni gerast, sko, og það að gerast í því að þessi kerfin að hrynja, sko. Já, með mitt. Og því meira sem bara kerfin, neyðin kennir naktri konu að spinna, sko. Að alveg eins og við í okkar eigin lífi förum kannski ekki að taka ábyrgð á heilsun okkar fyrir við lendum í áfalli eða fáum sjúkdóm, að þá, þú veist, þá mun, sko, í makrómyndinni þá munu stjórnmálin ekki raunverulega taka sig á og bara fyrir það bara, bara heilbrigðiskerfið hægt að virka. Það augljóst að við erum hérna með einhverja millistjórnendur og eitthvað, einhver sendir á og eitthvað dót, það bara út með þetta. Aftur í grunnþjónustuna, sko. Já, burt. Skulum ekki vera að hækka skatta, sko. Við skulum bara vera burt, við skulum bara laga þetta, sko. Já.
Það var óskandi og það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer í nóvember og hvernig Ísland verður tilbúið í þessa öld einstaklingsins. Já, þetta að gerast. Við stundum bara aðeins eftir á. Já, það er allt þannig, sko. Geggjaður í gjöndu flottir. Jú, ég held það. Dásalegt að fá þeim svo. Já, takk hjá það. Takk fyrir það, sömulegis. Ég bara lagt til að fylgjast með og til hamingju með lífið. Búið gott árið þér. Já, mjög gott. Búið geggja árið þér. Mjög gott. Þú ert í miklu betri stemmingu en þegar ég kom síðast, sko. Já, finnur það? Já, ég finn það alveg skýrt, sko. Geggja, gaman að heyra. Það er bara léttara yfir, sko. Já, það rétt, sko. Og þú berð með þér að einmitt að hafa, sko, unnið úr alls konar dóti. Já, gaman að heyra. Gagvart krossfestingunni. Já, gaman að heyra, því þetta búið að vera langt ferðalag, sko. Já, og ég finn það alveg að það er meiri sátt í þér, sko. Já, það leiðin áfram, það færi sá. Heldur betur. Takk fyrir það, ég kann að meta að heyra það frá þér. Já, takk sem leiðis.